Jú, sæl gott fólk og verið velkomin í GR-verkdeildina í Rocket League. Við erum snúin aftur eftir töluvera tæknilega örðuleika en við ætlum nú bara að drífa okkur þegar leikurinn fyrir alveg að hefjast. Ég heiti Snorri, með mér í kvöld verður Brimar, við erum komnir aftur í stúdíóið. Já, og ég held að við séum bara að fara að drífa okkur í þessu. Já, ég menn, þetta er hérna skemmtileg kvöld framöndan og OGVF á 3-5-4 er fyrsti leikur og ég held að við séum nú bara tilbúin að hoppa inn í leik og við bara förum í leik leið og við getum, segjum svo bara núna. Við erum mætt gott fólk. Þið ásækið tæknilega örðuleika. Við hérna erum komin í gang. Það eru OGVF og 3-5-4 sem að starta þessu kvöldi fyrir okkur. En þessi lið að sjálfsögðu, OGVF er á toppi deildarinnar. Þeir eru að berjast hérna að halda sér þar. En þeir leiða deildina með 2 stigum, Þórsarar eru þar og eftir með elta og 3-5-4 eru sömulegis að elta Dusty, eru með 6 stig, að meðan Dusty eru með 8 en það er fyrsti leikur, þar sem að Dan, Dansku og PES stilla sér upp fyrir OGVF og Pulse, Crypto, Simmi Valur og Vex eru hjá 3-5-4 Já. Og það eru OGVF hérna sem byrja hennar leik á sók, 3-5-4 til varnar. Brimar, þetta verður geggjað. Þetta verður geggjað, skemmtilegt að vera komin inn í leikinn, loksins náðu við þessu og núna 3-4, þetta verður mikilvæg stig fyrir þá að þeir geta fengið þau hér í kvöld. Það hjálpaði þeim virkilega upp á keppnina og komast í úrslitakeppnina en OGVF vilja klárlega halda sér á toppnum og byrja hérna virkilega sterkt en núna Crypto kemur hérna með sóknina, Simmi Valur er í loftinu, Dan situr út af hérna fyrir ekkert hættulega yfir í hopnið sitt. Núna Dansku með boltan, getur hann spilað yfir á Dan, gerir það, Dan heldur þessu áfram, Simmi Valur með góða vörslu. Dan fer upp í loftið hérna aftur og ætlar að leika sig með þetta. 3-4 að leika sér á línunni hérna, koma hann út. Dansku nær að fylgja þessu eftir og OGVF sterkur sóknina til að byrja með. Crypto hérna á bakvögnum, þessi klemdu til hliðar. Dansku upp á hliðarvegginn, föst snert ekki á honum, nær ekki annari, tekur hins að Vex út. Dan og PST varnar, þetta er geggjusendingur á Dansku eins og laumur sem fram hjá netinu, kemst ekki á markið. Dan misreiknaði þennan, Dansku eins og mættur aftur í skotið, tvísmellan á veggnum, finnur ekki skot, Crypto kemur þessi við Dan. Það er PS, einn eftir til varnar, Vex smetlir þessu á bakbordi, PS eins og mættur upp í vörnina. Simmi Valur smetlir þessu fyrir miðju en enginn kominn í skotið. Hvorugt lið búinn á að brjóta ísinn hérna eftir 1,5 mínútu. PS með skrítna hreinsun hérna, sleppur samt fyrir horn hjá honum. Dan finnur ekki sendinguna, Dansku smetlir þessu á bakbordi, finnur næstu snertingu og þarna kemur fyrsta mark kvöldsins. Það er Dansku sem skorar það fyrir OGVF. Þetta er fallegt spil, finnur hann hérna tvísmetuna og OGVF leiða leikinn. Virkilega flott spil hjá OGVF, Dansku að sína tæknana þarna og þetta sýnir bara hversu flott þetta lið er. Það er ástæða af hverju þeir eru á toppnum. Við höldum áfram þegar 3 mínútur eftir á fyrsta leiknum. Núna OGVF sækja hratt hann, næstu búinn að skora bara annað mark strax en Crypto stálheppinn hann bara að misti af boltanum. OGVF halda áfram pressunni, Crypto reynir að negla þessu bara yfir. Dansku tekur léttilega á móti þessu niður á PS. PS setur hann upp að Dan hins vegar fór ekki skotið. Vex skrítinn snert ekki honum, gefur boltan bara burt. En OGVF þakkar greiðan með að skila honum aftur tilbaka. Crypto reynir að fara í einhverja loftfimleiki þarna. Hins vegar gengur ekki upp hjá honum. Dansku no boost, leitar sendingurinn á miðju. Crypto hins vegar komin til að hirða hana. Crypto kemur sér við Dansku, PS hins vegar mættur í vörnina. Vex snerting yfir á bakborðið en hins vegar eru það OGVF sleppa hérna fram og þetta gætur annað markera sem þó er 3-5-4 hérna fá á sig frekar ódýra skyndisókn. Crypto misreiknar boltan herfilega og OGVF tvöfaldar fórustunum sína í 2-0. Já, leiðilegt að segja að þetta 3-5-4 ná ekki að verja þennan 2 mínútur eftir til að koma sér aftur inn í þennan fyrsta leik. Þessi menn búin að vera að bíða í lobbyinu í smá tíma, spurning hvort að þessi smá kuldi í einhverju af þessum mönnum. Þeir voru í freeplay maður. Já, það er náttúrulega allir í freeplay á meðan maður er að chilla. Já. En núna Dan að sækja hérna upp. Simmi Valur nær að negla þessu fram. Núna þurfa OGVF að snúa tilbaka.
PS snerting á dansku og Simmi Valur tekur hann bara út, vekk, hendur þessu áfram og Dan þarf að bjarga á línunni. Vel gert hjá Dan, en núna Simmi Valur með næsta skot. Dan aftur, það ná í vörninni, en núna Simmi Valur klárar þetta. Þetta skot eftir skot, Simmi Valur nær loksins að koma þessu fram hjá Dan. Dan reynir að fylgja boltanum hérna eftir, vex nær honum og 3-4 komnir aftur í hérna leik þegar 1 mínúta og 30 er eftir. Mjög flott að 3-4, menn það heldur pressinu bara gangandi, leiðu ekki að fekk að sleppa, borgaði þessu á endanum eftir pínu hnoð þarna hjá Crypto. En 3-4 leita jöfnumarkinu bara strax, Dan hins vegar tekur þessari sendingu mjög vel nær, flippir í settinu og finnur PS setur hann í skeiti niður og inn, listilega vel gert hjá OGVAF mönnum þetta. Dan upp í loftinu nær 2 snertingum, flippir í setti yfir á PS setur hann í skeitinu niður og verðað ekki þarna og OGVAF leiða þennan leik 3-1. Þetta er bara með þeim bestu spilum sem við höfum séð all árið, gríðarlega vel gert. OGVAF að sína af hverju þeir eru á toppnum. Núna 3-4 komnir í ennþá erfiðari stöðu til að ná að jafna þennan leik. OGVAF, eins og þú segir, virkilega bara sína þeir eru þess verðugir að toppa þessa töflu og ef það var eitthvað sem átti dæma á fyrir, þá var það að samspilið var ekki upp á marga fiska í upphafi tímabils en einstaklingshæfileikarnir skinu í gegn en ég myndi segja að það er klárlega búið greið úr öllum þeim vöndum ef þeir þá voru til staðar. OGVAF ómótstæðilegir hérna í þessum fyrsta leik, refsa 3-4 og hleypa þeim ekki frá sér. Við vitum að sjálfsögða að 3-4 er ekkert lamba að leika sér lið. Dansku reynir að koma þessu í 4-1. Dan heldur voninni gangandi, hálf mínúta rétt sem er eftir og OGVAF þurfa bara að sjá þennan til enda. Algjörlega, OGVAF þurfa bara að klára þetta núna 30 sekúndur eftir og 2 marka munur. Vilja bara halda þessum bolta frammi, halda pressunni, hérna kemur PS með annað. Tilraun situr yfir á dansku. Það er ekki að sitja fast á marki, vex kemur þessu burt. En PS neglir þessu hérna yfir. Núna dansku með tækifæri en Simmi Valur nær að bjarga þessu. Núna 3-4. Þetta gerir vel nær að koma þessu fram en það er bara ekki nóg tími til að gera neitt meira í þessu. Núna bara spursmál hvenær þessi bolti lendir í jörðinni. Strákarnir elska að halda honum uppi hérna í síðustu sekúndunum fyrir okkur en fyrsti leikur 3-1 fyrir OGVAF og bara frekar miklar eða frekar öruggur leikur hjá þeim. Já, einmitt áhugasamir geta þarna sér nöfn sem sakna sennilega á borðu Smoothball, Emil Vald og Hemma Gumm. Langt sem við sáum þessa blessuðu menn, þeir eru vissulega ekki heima þarna en ég get hins að setja ykkur að Dansku, hann var með flest stig af öllum, hann er með 458 stykki, PS með 433 en stigin sem skipti eitthvað máli en ég ætla ekki að segja þetta meira. Veistu eins og hvað skipti máli Brimar? Það er úrslitakeppnin sem að verður haldin hérna í Arena á Bytes 30. november sem að ég talaði í 10 mínútur hérna áðan meðan það heyrðist ekkert í mér og ég vissi ekki af því. En hins vegar hvetja alla til þess að dempa sér á Facebook eða á Discord, finna viðburðin og smella á að þeir séu að mæta því að það er til mikils að vinna þarna. Það verða leikir, það verður gaman, fullt hús, pítsur, örugglega eitthvað tilboð á Bytes, Lóðsans og smingu en það verður alltaf nóg að Rocket League. Nóg að Rocket League og við höldum hér áfram. OGVAF leiðir þennan fyrsta leik, eða fyrstu viðureik 1-0 og núna OGVAF fara að sækja strax að finna fyrsta marki hér aftur og Dan gerir það. Ekki lengi að þessu OGVAF. Finna hérna PS gerir þetta gríðarlega vel, finnur flippur í settið og Dan er hérna undir Simma Vald til að lauma boltanum í markið. Ég veit, OGVAF halda upp eitthvað mætti hérna alveg vel að því komnir. Við kannski rifjum upp Brimar, við vorum búin að spá fyrir hennar leik, þú sagðir að þetta er hvað, 3-2? 3-2 fyrir OGVAF. Þú spáði 3-2 fyrir OGVAF, ég spáði 3-0. Ég verð nú að segja, mér finnst ég vera sigurstranglegri núna. Já, eins og það lítur út núna, þá sennilega er það svoleiðis. En 3-4 hafa alltaf komið manni á óvart í flestu leikjum. Oft lent undir til að byrja með í leikjum og komið tilbaka. Einmitt, 3-4 er þekktir fyrir að láta ekki deigan síga. OGVAF hins vegar eru þekktir fyrir að tapa ekki neinum leik og þeir eiga það þá eftir gott fólk.
ósigraðir á tímabilinu í viðureignum, hafa vissulega tapað leik og leik en aldrei heitri viðureign og þeir halda uppteknum hætti að leiða þessa seríu 1-0, ætla ekki að missa sjónar á þessu toppsæti og ja, þeir eru eflaust að hugsa að þeir vita að Þórsarar eiga erfiðan leik og eftir á móti Dusty. Síðasti leikur kvöldsins er að sjálfsögðu Þór á móti Dusty og eftir þennan leik að fá að sjá Quick á móti Ravík. En ja, dagskráin verður svolítið seinna fallinu hjá okkur í kvöld. En hins vegar 3-5-4 þurfa hérna að opna allar þær glufur sem þeir sjá á liði OGVAF. En OGVAF þéttir varnarlega, skarpir sóknarlega. Það er formúla sem sigrar leiki og sigrar deildir. Dan hérna á veggnum. Þetta er eins og er ekki spil sem að sigra deildir. Flippar ekki í boltan. En hins vegar verður það ekki til neins. OGVAF hérna með þægileg tök á þessum leik verður að segjast. 3-5-4 lítið búnir að ógna. Dansku reynir að fara í loftið hann á móti Vex og hérna er álitlegt tækifæri fyrir hann sigra 50 við Dan. Er eitthvað mættur inn á miðju, það er Krypto sem reynir skotið. Dansku mættur rétt í tæka tíð sem Valur reynir að halda sókninu á lífi. 16 búst á táknum með honum. Dansku finnur sendingun á miðjunni, nær Dan að fara upp í þennan. Allt og seitt í hann hins vegar. Sendingin var föst og erfið. Krypto með hættulega snertingu. 3-5-4 ég reyna hvað ég geta hérna til að snúa vörn í sókn. En sjáum að OGVAF eru bara alltaf mættur upp völlin Brimar. Lítið sem 3-5-4 geta gert hérna. Já, algjörlega. Við sjáum reyndar bara akkurat núna 3-5-4 byrjaðir að sækja aðeins meira núna. Stefnir Valur með skoti. Maðurinn sem skoraði eina markið fyrir 3-5-4 í fyrsta leiknum hérna áðan. Og núna OGVAF komnir í frekar leiðilega stöðu. Dansku gerir hins vegar vel, er með mikið búst og kemst fram hjá tveim. Bolti hérna í miðjunni, spurning hver er fyrstur í þennan. Krypto fer hérna upp, Vex með honum. Krypto nær að sitja í bakvegginn en Simmi Valur ekki nógu nálægt til að taka þennan og PES skorar þarna. Ég var að sjá þetta aftur, hvað gerðist þarna? Þarna double commit að 3-5-4 og ja, Simmi Valur bara settur í mjög erfiða stöðu strax. Hann er undir boltanum, hann er að keyra tilbaka, þekkja þetta Rocket League spilar á þetta. Ekki skemmtileg stað til að vera í. En ja, þetta mark meira á Krypto og Vex heldur en Simmi Valur mínu mati. 3-5-4 hérna setja þriðja markið eða missaði þriðja markið og það sér að þeir eru hálfparti bara búnir að brotna niður. OGVAF hérna gjörsamlega búnir að skera þá upp. Vel gert að Dan að það er fyrstur í boltan en það er eitthvað sem er ekki alveg upp á 10 fiska hjá 3-5-4. Þeir eru ekki mættir, þeir eru að double committa, þeir eru að fara tveir í boltan. Þeir eru á vitlausum stöðum á vellinum og OGVAF bara með öll tök á þessu. Já, algjörlega. OGVAF líka bara búinn að stýra leiknum, bústinn og bara seinlega bara allur völlurinn búinn að vera OGVAF. En núna 3-5-4 hafa ekki mikið tíma til að reyna að jafna þennan leik. PES ætla bara að skora fleiri mörk, Vex nær að verja þennan. Núna Dansku snýr ekki rétt átt fyrir þennan bolta. PES mætir í hann. Krypto og Simmi Valur fara báðir í hennan sem að gefur sénsinn og Dansku nýtir það. Skorar hérna fjórða markið. Ég þarf aðeins að sjá þetta aftur. Dansku skýtur og þessi var ekki á leiðinni inn, gott fólk. Krypto þarna setur sig ég síðast að nagla hann í eigin kistu bara OGVAF. Já, komnir með 4 marka fórustu hérna. Þetta er spil, Brimar. Ég verð að segja að ég er ekki búinn að sjá OGVAF held ég spila svona fallega á tímabilinu og þetta er áhyggjuefni fyrir Þórsara því að þeir vita hverjum þeir eru að fara að mæta í næstu umferð. Það er OGVAF. Það var löngu vita að ef Þórsara sigra Dusty og ef OGVAF sigra 3-5-4 þá er bara hreinn og beinn úrslitaleikur í næstu viku. En þetta er OGVAF lið sem mér finnst skiljanlegt að vera smeykur við. Já, algjörlega. Þeir eru búin að sína fáránlega flotta takta. Ég veit ekki hvað er að gerast. Ég er ekki alveg viss. Getur eitthvað farið að kveikt á skjánum á 3-5-4? Liðið pínu eins og þeir séu bara hreinlega ekki að tala við konan eða eitthvað slíkt. Það var bara Krypto fer hann að framhjá Vex sem að
tekur backflipið, það er svona klassískt að taka backflipið þegar þú ætlar að gera eitthvað allt annað. En 3-5-4 núna 5-0 undir í þessu leik nr. 2. OGVAF algjörlega með yfirhöndina hér og núna Dan ætlar bara að bæta í. Dansku reynir að breyta stefnunni en Vex nær að bjarga þessum. Krypto núna kemur honum fram loksins. En 15 sekúndur eftir þessi leikur er OGVAF sigur. Einmitt, svo sem 3-5-4 kannski ekki öll pressa náðum að halda boltanum úti en já, mikið af skrýtnum mörkum í þessum leik. Við sáum eitt að sem að Simmivalur misreiknaði boltan, eitt að sem að Krypto skora sjálfsmark og svo þetta síðasta mark. Eitthvað sem að er ekki alveg upp á hæstastigi allavega á 3-5-4 en já, þeir eru á móti topp liði OGVAF sem að lætur engan líta vel út en sjáum hérna að yfirburðirnir eru allir hjá OGVAF gjörsamlega stjórna þessu en eins og ég sagði áðan, stig skipta engu máli þannig við dólum okkur ekkert við þau, við erum á plani hérna. Við erum mætt í þriðja leikinu Neo Tokyo og OGVAF leiða hérna fyrstu seríu kvöldsins 2-0 geta gert breytt sængina yfir 3-5-4 hérna ef þið finna sigur. Já, núna 3-4 reyna að finna eitthvað hérna til að byrja með en Dansku tekur hann bara sjálfur hérna yfir allan völlin. Núna Vex og Simmivalur fara báðir í það sennilega vantar eitthvað spjall þarna á milli þessara manna. Núna Dansku á síðasti maðurinn á línunni hjá OGVAF nær að bjarga þessu. Krypto nær ekki að koma honum lengra fram með þetta. Fer með hann hérna upp í loftið. Dansku gerir vel, mætir honum í miðinni. Núna situr hann yfir á Dan. Dan nær ekki að klára þetta. Dansku hérna aftasti maður. En rétt nær að bjarga þessu. Krypto nær skotinu af þarna en núna allir 3-4 menn fóru fram. Núna með OGVAF með sjensinn. Dan nær ekki að nýta það. Núna Dansku næsti maður í boltan. En Krypto nær honum á undan og losar aðeins pressuna fyrir 3-4 þarna. Pínu agrist yfir, eru allir að fara fram á saman tíma og sitja pínu bara, já, núna Krypto að gera vel, situr hann fyrir fram að marki og Simmivalur skorar 3-5-4 að ná fyrsta markinu. Klálega kominn smá taktur aftur í það núna. Krypto að gera gríðarlega flottan bolta hérna og Simmivalur að klára þetta 1-0 3-5-4. En við 3-5-4 leiða hérna fyrsta skiptið í kvöld, mikilvægt fyrir þá kannski að fá allan að bragðið af því. Það búið að vera erfiði leikir hjá þeim en núna þurfa þeir að loka fyrir markið, mega ekki hleypa OGVAF strax inn ef þið vilja eiga sens á að sigra þennan leik. Það getur tekið vindinn úr manni að fá mark strax aftur í andlitið. En þeir þurfa þá að halda yfirvegun hérna en pressan er bara svo mikil í OGVAF. Við sjáum að 3-4 ná einni snertingu og OGVAF eru alltaf mættir aftur. Hérna eins og smá matur á beinin fyrir þá en strax Simmivalur hérna með lúmst skot. Misreiknaður boltið í OGVAF-mönnum en eins og þeir eru mættir í refsinguna fljótur upp í loftunni. Hérna Dansku bara demóa hreinlega anstæðingi sinn. Krypto svarar fyrir í sömu mynd. Dansku reynir að fara í flippisetti, finnur það yfir 1-2 og Dan að finna jöfnunarmarkið. Ótrúlega vel gert úr Dansku, sem hann geggjur fyrsta snerting, finnur flippisetti, geymir hann lengi og nær síðan að flikka þessu yfir Vex. Þetta er ekki hægt að skálda þetta betur breymar, skólabókamarkana hjá Dansku. Algjörlega OGVAF sína alla sína bestu takta í kvöld. Það er svo erfitt að vinna þetta lið og þeir eru að sína það hér. Bestu bara bæta í. Núna Dansku og Simmivalur að gera hérna skemmtilegan klessubílleik og núna reynir að koma honum hérna fram hjá Krypto og gerir það ekki en OGVAF í smá varnarstöðu núna. Vex nær að halda pressunni uppi. Situr bara boltan beint á Dan sem er rólegur með hann. Simmivalur næstur til að negla honum af honum og OGVAF hérna reyna að koma boltanum frá markinu sínu, er í vandarlegri stöðu. Krypto að gera vel, koma honum bara rólega fyrir fram á markið en OGVAF ná að hreins þetta virkilega vel og Krypto þarf að
verja hinum megin. OGVAF vilja bara finna þetta síðasta markið. 3-4 vilja klárlega ekki, þeir eru ekki búnir. 3-4 núna smá tækifæri, Dansku nær sjá boltanum að þeim og hvað hann getur gert. Simmi Valur nær að verja þennan komandi burt. PS kemur hann minna fyrir fram í markið. PS Dan með no boost til að gera eitthvað úr þessu. Nei, sendir yfir á Dansku og Dansku fer hérna á bakvegginni. Crypto neglið þessu burt. Tímur saga núna í þessum leik. OGVAF með boltan í loftinu og 3-4 reyna neglunum burt frá markinu sínu. Og þetta erum að fara að sjá örla næstu mínútina áfram. Núna næstu maður með boltan yfir á PS. PS situr yfir á Dansku og Dansku á markið. Tróðar þessu bara fram hjá Crypto og OGVAF komnir í 2-1. Maður sá þetta mark af lengi að koma í OGVAF, bara eitthvað með vissi löngu hvað var að fara að gerast áður en það gerðist. Ég hélt að Crypto myndi ná að verja þetta en hann drepur boltan bara á Dansku og er á fullri ferð í boltan. Þannig að þetta verður að marki frá OGVAF sem eru búnir að berjast fyrir. Ég meina, það er ekki hægt að segja, þeir eiga þetta ekki skilið. Búnir að hanga þetta í pressu alla 3 leikina, láta ekkert undan þóttu séu fórustinni og OGVAF, þú veist, þetta er bara fyrirmyndarleikur hjá þeim. Búnir að stjórna þessari viðureign eins og herforingjar á móti og mér finnst alveg vert að nefna það sterku liði 3-5-4 að hafa nú ekkert verið þekktir fyrir að vera einfaldið til að sigra en OGVAF láta eins að líta þannig út en 40 sekúndur eftir sem 3-5-4 hafa. Þetta kemur skoti frá Vex og þetta fyrir stöngina inn. Sjáum að hvort að Crypto hafi þarna verið aðeins að ruggla varnarvinni í rýminu. Dan misreiknar þennan bolta og 3-5-4 allt í einu búnir að jafna leikinn. Spurning hvort að þeir ná að kreista eitthvað út hérna. 40 sekúndur eftir. Simmi Valur kemur þessu kick-offi áfram upp völlinn. Sjáðu OGVAF í vörninni, Crypto að byrja þetta vel, reyna að koma þessu bolta bara fram hjá þeim en Dansku kemur hérna beint á móti. Simmi Valur gerir vel í vörninni, lætur ekki að bumpa sig og nær boltanum hana. Crypto núna með boost, Vex þarf að fara í hennan, Simmi Valur næstur í hann, setur hann hana fram en Dan tekur hann hérna þægilega en neglur honum pínum fram. Dansku ætlaði alltaf þennan, PS núna með tækifæri hérna 5 sekúndur eftir. Dan setur yfir markið þegar það var opið mark. OGVAF láta þetta renna frá sér hérna. Spurning hvort við erum að fara í overtime eða sjáum hérna 0 sekúndar mark. Crypto með tækifæri, Dansku núna er að verja það. Núna Vex leifir þessu bara falla niður og við erum að fara í fyrsta overtime cutsins. En við Dan að það með opið net fyrir framan sig klikkar á því OGVAF sem að komið þetta fyrir 2 vikum með svo geggjað spil á síðustu sekúndum leiksins. Dan hérna hittir ekki á netið. Dauðafæri fyrir 3-5-4 núna til að sigra 1 leik í viðureigninni allavega. Crypto kemur þessu fram, Vex eftir, sér þessu frekar ódýr, Dan er ekki með neitt boost og 3-5-4 fljótir að reynsa. PS neggur þessu yfir völlin, finnur hann Dansku, sjáum Dansku er búinn að stilla sér upp. Reyndi skotið, fann hins vegar ekki snertinguna. Crypto misreiknar þennan, Dan setur þetta til hliðar. Simmi Valur upp hliðarvegginn, tekur þetta niður aftur. PS setur þetta upp, núna vill Dan finna gott skotfæri, finnur það ekki hins vegar, alltaf lengi upp í loftið. Vex kemur þessu áfram, PS á að vera með þennan bolta. Dansku út í horn gegn Crypto. Kemur þessu fram hjá honum, finnur flip resettið, næri eins og ekki annari snertingu. En allir og 3-5-4 mættir hérna í vörnina. Dan feikar einn, er með smá boost, fer ekki flippið, Simmi Valur fljótur hérna að lesa hann, kemur upp í vörnina. 3-5-4 reyna að byggja einhverja sókn hérna, tekst ekki vel hjá þeim stand. Simmi Valur hérna þarf að fara í svolítið hættulega snertingu en gerir þetta eins og vel. Crypto tók bústu af Simma Val þarna sem þegar Simmi er farin upp í hliðarbústið en þessi bolti verður að engu fyrir 3-5-4. Dan ætti að ná þessari vörslu hérna, gerir það. Simmi Valur eins og það með erfiða snertingu þarna. OGVAF snúa þá vörð í sókn, PS kom upp í hornið, Vex til varnar, setur þetta fyrir miðju, Dansku seinni í þennan, Simmi var mættur á undan. Nei, Simmi andra snertingu gerir það, PS fljótastur allra Crypto hérna, aðeins lengur á stað.
Dansku núna komið smá hreyfingu á boltan. Simmi Valur setur hann yfir alla og hvar er Åke Vaff? Skotið var ekki á markið en þarna hins vegar hefðu 3-4 geta tryggt sér sigurinn. Simmi Valur reynir þetta aftur, Åke Vaff sleppa með skrekkin í bili, snúið þetta vörðin yfir í sókn. Dansku setur þetta yfir á bakvögginn, Krypto hins vegar hreinsar þetta frá. 2 mínútur inn í uppbótartímann hérna Brimar og Åke Vaff geta tryggt sér þetta. Algjörlega 3-4 leita samt að markinu, núna Dansku þarf að taka þennan, leitað leiðinni hérna fram hjá Krypto, nærast konum hérna á bakvegginn en það er bara 3-4 menn sem eru þar. Åke Vaff ná að halda pressunni hérna áfram, komið yfir í hitt horni, Dansku næra setja þetta hérna yfir markið en PS ekki tilbúinn í þetta. Núna, hvort er það Dan eða Dansku sem að fyrir hérna, núna Dan yfir á Dansku. Boltinn kominn hérna bara á markið, Simmi Valur þarf að losa þennan. Doppel commit hjá 3-4 sem þýðir að Dansku með allan tímann í heiminum hér. Kemur hann á bakvegginn og Dan reynir að setja á markið en Krypto mætir honum vel. Dansku enn og aftur mættur í þetta. Åke Vaff með alla pressuna, það er eins og maður veit hvað er að fara að gerast en getur 3-5-4 fundið eitthvað hérna. Dansku núna setur hann hérna á hliðarvegginn, er með boost, er að reyna að finna liðsmann, gerir það, Dan setur þetta á markið og doppelkommittið en þeir ná samt að bjarga þessu. PS setur þetta núna fram hjá markinu og Krypto, fyrsti maðurinn í boltan, ná að losa þetta. Nokkuð tækifæri núna í röð þar sem að Åke Vaff fyrir næstum múin að skora og þarna kemur það loksins, PS klárar þetta og Åke Vaff byrja fyrstu viðureik kvöldsins á 3-0 sóp. Einmitt, þetta var lengi í bígerð en Åke Vaff sópa þennan fyrsta leik hérna og bara vel að því komnir. Ég meina, ég held við getum alveg verið sammála um það að þetta var mögulega besta frammistaða tímabilsins hjá einu liði. Já, ég hreinlega gæti verið sammálaðir þar. Þetta var fáránlega vel spilað hjá Åke Vaff og þá sérstaklega annað leikurinn þeirra. Já, einmitt, Åke Vaff þarna stjórnuðu gjörsamlega öllu. 3-4 áttu nokkuð góð moment en ég verð að gefa Åke Vaff þetta bara sko fyrirmynda leikur gjörsamlega stýrðu þessu öllu. Algjörlega, þetta var bara virkilega vel spilað. Einmitt, Åke Vaff hérna, já þeir taka fyrsta leik kvöldsins eða fyrstu viðureiknana. Við ætlum að kíkja í örstuttar auglýsingar en við verðum aftur með ykkur eftir svona cirka mínútu þar sem að Quick mæta Ravík. Sjáumst þetta smá. Jú, velkomin aftur gott fólk, við erum hérna búin að Åke Vaff, með sannfærandi sigur á móti 3-4 en Brimar, kvöld er nú bara rétt að byrja hjá okkur, byrjum aðeins seinna í kvöld en það eru Ravík og Quick sem mæta okkur hérna í næsta leik. Já, það verður skemmtilegt að sjá, það er baráttan hjá neðstu tveim liðunum. Síðasta viðureign á milli þessara liða fór hins vegar 3-0 og fyrir Ravík sem að bara ég vona að gerist hreinlega ekki aftur. Ég er að vonast til að Quick sýni smá keppni hérna og hreinlega mögulega steli einhverju stigum af Ravík. Einmitt, þetta er náttúrulega leikurinn, við sögum þetta líka síðast þegar mættust og þetta er, ef það er eitthvað leikur á tímabilinu sem Quick á í rauninni að eiga sens á að sigra,
þá það þessi leikur. Það Ravík og Quick, jú, við höfum talað það eru liðin sem eru neðst á töflunum. Við vissum eiginlega fyrirfram að þannig. Ravík hafa komið mér sem og öðrum óvart, sigruðu Dusty móti þeim í viðureign. Mjög vel gert á þeim að vinna sér inn auka stígin og í rauninni hótuðu bæði 3-5-4 og Dusty í rauninni á töflunum tíma, en þetta samt leikur sem að Quick eiga sens að vinna og kannski eini sens á tímabilinu til að sigra. Já, algjörlega. En þú talar það og samt næsti leikur sem að Quick hefur náðið 3-2 og 3-1 á móti Dusty. Já. Þannig að mættir heila halda að Dusty væri liðið sem allir eiga að geta sigrað. Þetta verður gaman að sjá í kvöld. Dusty náttúrulega búnir að koma sér í góða stöðu í deildinni og Ravík að eltast við 3-4 og Dusty núna. En Quick í raun bara leita sér að einhverjum stigum á þessum punkti. Í rauninni. Skulum kannski bara kíkja á leikmennina, getum byrjað að smetta Ravík upp á skjáinn. Þar höfum við sjálfsögðu Dag H, Kobba, Porsas og Stófer. Svo sem orðin bara þekkt nöfnið í deildinni. Ég meina, búin að standa sig ótrúlega vel. Komið mér mjög mikið á óvart sem náttúrulega Ravík manni sjálfum og ég hef bara búin að standa sig með príði þarna á þessu fyrsta tímabili hjá þeim í úrvalsdeildinni. Já, algjörlega. Bara virkilega skemmtilegt. Búið að vera sterkt spil hjá þeim í mörgum mismunandi viðureignum þrátt fyrir að vera bara með þessa 2 sigra undir beltinu, en þetta bara skemmtilegt lið og búinir að sýna virkilega flóta takta oft í vörninni sérstaklega. Já, einmitt. Stófer það náttúrulega fremstur í flokki. Á móti hverjum var það aftur? Það var á móti Dusty. Já. Það hvernig unnu Dusty. Það var bara þessi varnarleikur á milli Stófer og Porsas. Já. Var bara það sterkur að þeir bara Dusty náði eða ekki að skora. Það var einn leikur þar sem að fengu 2 mörk á sig og síðan voru þau bara við vinnum næsta og töpuðu þeim 5-0. En þetta eins og ég segi, þetta skemmtilegt lið og bara búið að vera geggjað að fylgjast með þeim í úrvalsdeildinni. Einmitt Stófer var svona títansköldur bara eitthvað með fyrir Ravík. Spurði hvort við munum sjá það í kvöld og það fáum að sjá góða sóknarleikmenn að mínu mati hjá Quick. Við bara smellum liðinu hérna upp á skjáinn. Vano, Alfarin, Omo og Insane skráður þarna. Ég man ekki eftir að séðan á tímabilinu. Hann hefur ekki komið inn á tímabilinu. Nei, ég get lofaði því. Það er alveg 100%. Einmitt, en hann átti þessar afmæli einu sinni þegar við vorum að spila. Já. Fekkar eitthvað eitthvað afmæli skjöðu frá liðinu? Nei, raun ekki þeir töpuðu sko. En samt, ég minna að Vano, Alfarin, Omo, þessi sem eru búin að spila leikinn þetta, það að kemur mér óvart að þeir séu sigurlausir á tímabilinu. Ég verð að segja, þetta eru leikmenn sem eru klárlega með einhverja, þeir eiga að geta unnið leiki. Já, algjörlega. Við höfum séð þessa leikmenn í mismunandi liðum í úrvalsdeildinni núna í nokkru ár. Já. Og bara ég held að flestir hafa bara verið í gerverkdeildinni síðan gerverk mætti til leiks. Já. Þannig að það bara frekar leiðilegt að vera búin að sjá það tapa bara á öllum viðureignum og í rauninni ekki sína bestu takta. Einmitt, þetta svo sem kannski svona þeirra möguleiki á sárabótar stigum hérna í kvöld og þegar eins og við tölum áðan meðan það heyrist ekki í okkar, þá þetta næst síðasta kvöldið á tímabilinu. Og ég meina Quick án sigurs og þeir eiga, manstu hvað þeir eiga í næstu viku? Er það Dusty? Já. Er það ekki? Nei, Quick. Það er OGF á móti Þór, síðan Quick eiga, þeir eiga 3-5-4, alveg rétt. 3-5-4? Já. Þannig að það er Ravík á móti Dusty. Já, þannig að þú veist, og ég meina 3-4 eins og við tölum áðan, rosalega sterkt lið. Ég held að þetta sé bara síðasti sénsi fyrir Quick til að finna einhver stig á tímabilinu. Já, algjörlega. Maður veit samt aldrei, kannski einhver maður sem mætir ekki til leiks í næstu viku eða eitthvað svoleiðis. Við höfum séð það gerast eins og hjá Þór og eitthvað slíkt að þegar Rexer ekki á svæðinu. En maður veit aldrei, við sjáum til og það verður gaman að fylgjast með leiknum í kvöld hvað getur gerst. Það er náttúrulega ekki öll lið með pappa 4 á bekknum sko. Nei, það er alveg rétt við þess. Já, það er svona eins og að vera með Bazooka á bekknum skilur bara skipta út fyrir hana sko. En einmitt, þetta er svona kannski mannorðs viðureign aðalega fyrir Quick. Þeir vita að þeir eru ekki að fara að komast upp í Ravík á töflunni, það eiginlega bara ekki séns.
en hins vegar þá geta þeir aðeins unnið sér tilbaka eða. Já, algjörlega. Og náttúrulega ef að Ravík tekur Dusty aftur, þá náttúrulega bara engin sens fyrir það að ná þeim. En það verður náttúrulega skemmtilegt að sjá í næstu viku. Ég pínu spenntið fyrir því líka. Einmitt. Það er spurning byrjum að, sko, ég náttúrulega hafi rétt fyrir mér áðan þegar ég spáði 3-0 sigri og GVF. Jú. Hvað, þú byrjaði þá? Ég ætla að byrja núna. Já, hvað með það? Ég segi þetta enn og aftur, Ravík hjartað, það slær, þetta er 3-0. 3-0, já. Ég ætlaði að spá 3-0 fyrir Ravík, en fyrst að þú gerir það, þá ætla ég að gefa Quick smá 3-1. 3-1 fyrir Ravík þá? Já, 3-1 fyrir Ravík. Því miður, ég elska þessa spilara í Quick, en ég held að Ravík sé að fara að taka þetta í kvöld. Fáum við að sjá hvað spjallið er að segja. Náttúrulega geti kosið gott fólk með millumerki RAV eða millumerki QUI sem getur við fengið að sjá niðurstöðunar Við verðum að bíða fólk að kjósa Brimar. Já. Ég held að sko áðan þegar við vorum í tæknilegu örðuleikum sjáum við það Quick með smá yfirbyrði 60-40%. Já. En við verðum að bíða eftir að allir leikmenn mættu öllinu svona. Og þetta áðan þegar við vorum í tæknilegu örðuleikunum fekk ég mér einn sko ískaldan aprikósi Red Bull og ég þambaði hann sko. Þetta er svo gott bragð, ég segi að þú ert með 2 þarna, þið finnst þetta svo gott. En þetta er, fyrir mér, þetta er besta Red Bull bragð, sorry, mér finnst það. En ég er með hérna í kælinum, ég er með vassmelónu, ég er með aprikósu og ég er með Old Classic, hvað maður bjóða þér? Ég er til í einn vassmelónu. Vassmelónu? Já, ég er meira fyrir rauða litinn annars sko. Rauða, já. Ég er hérna, ertu maður að smakka nýja Red Bullin sem er komin í búðir, hérna Cotton, hvað heitir það? Sweet Cotton Candy eða eitthvað? Þetta er Iced Cotton Candy. Iced Cotton Candy. Alveg hrikalegur. Það er mjög mikið bragð á honum. Það er mjög mikið bragð á honum. Sko ég fór að hugsa þegar ég var að fá mig fyrsta sopan sko. Af honum, ég fyrsta sopan af Iced Cotton Candy. Já. Ég man ekkert hvernig Candy Floss, Cotton Candy, hvað sem þetta heitir. Ég man ekki hvernig þetta er á bragðið, þannig ég veit ekki hvort að bragðið var akkurat sko. Ég hef ekki fengið mér Candy Floss síðan ég var 6 ára sko. Nei, þetta er, mér fannst þetta að vera pínu svona, eins og eitthvað svona nammi sem þú kaupir út í búð frikaraldið en eitthvað svona, kannski það sem þú fer bara, þegar það er einhver bæjarhátíð eða eitthvað og ferð svona niður í bæ í vagni eða eitthvað svoleiðis. En mér finnst þetta samt vera bara fínasta bragð, en minn uppáhalds er nú Sjá blái, sko. Sea Blue. Sea Blue Edition. Já, hann er mjög góður. En veistu hvað er líka mjög gott? Liðin eru á mættinu á völlin, held ég. Þannig að, Brimar, okkur er ekkert að vanbúnaði, ég held að við séum bara klára til að hoppa í leik. Þannig að þetta er Quick á móti Ravík, gott fólk. Gjörðu svo vel. Liðin eru mætt hérna inn á völlin. Ravík á móti Quick. Og það eru Vano hérna á Quick eSport sem byrja undan, sorry ég heyrði eitthvað skrítið hljóð. Vano hérna kemur Quick eSports bara með neglu hérna á hliðinni. Vel gert hjá þeim. Quick eSports hérna leiða seríuna 1-0 eftir 5 sekúndur. Já, algjörlega. Heyrum nú eitthvað skrítið hljóða, smá hljóðvesen hérna áfram. Sjáum hvort það sé ekki búið að lagast. Jú, núna heyrum við almennilega hérna og núna Quick bara sækja áfram. Quick ætla að sýna okkur að þeir eru tilbúinir í hérna slag. Vano situr hún hérna yfir á Ómó með tækifæri. Kobbi mætir hérna næstu búin að festast í reglu 1 en ná að losa sig úr því. Mér langar að minna á það, Brimar, við fórum ekki í það en það er Dagur H, Kobbi og Stófer á móti Alfari Vano og Ómó sem þýðir að það er engin Porsas hjá Ravík. Já. Sem að ég veit ekki hvort við höfum séð það á tímabilinu ennþá. Hvað heldur þú? Ég bara hreinlega manna ekki. Ég held að Porsas hefur alltaf verið sko. Á tímabili 10 þá ætla ég að vera með skráu yfir alla þessa hluti. Já, þú ætlar að hafa Excel-skjalið í stólunni. Já, Snorri Excel kallaði mig. En hérna,
einmitt, Quick Esports, þetta dauðafæri fyrir þá bara til að finna þessu 2 stig sem við vorum að tala áðan. Nefnum Borsa sé að bíða á bekknum, en já, þessi lið að sjálfsögðu Ravík að berjast að fá að komast á úrslitakeppnina sem verður haldin hérna í Arena á Bytes 30. nóvember. Það eru topp 4 liðin sem að komast inn og ég meina Ravík verða bara að grípa öll þau stig sem að gefast ef þeir vilja komast fram yfir 3-5-4. Þeir að sjálfsögðu prýða 4. sætið eins og Nú sjáum við Ravík koma boltanum aðeins hérna fram með Vano snöggur að snúa því við. Alfarinn reynar að sitja hérna fyrir fram að marki, gerir það. Olmo næstum búinn að nýta þetta, sá ekki hver þetta var hjá Ravík sem að misti algjörlega boltanum hana. Dagur reynir að halda pressunni upp en Vano grípur hérna bolta og Quick með tækifæri hérna. Alfarinn skaust nú bara inn í markið hjá þeim. Og Olmo og Alfarinn halda þessu áfram. Kobbi þarf að mæta í vörnina rétt nær því. Hvernig gerði Kobbi þetta? Einhver ótrúlegur eltingaleikur hérna í gangi. Núna Ravík ná að sækja sókn. Dagur með möguleika en nær að komast fram hjá tveiminn. Olmo nær að bjarga þessu á línunni. Kobbi núna næsti maður, Vano á réttum stað. Stófer heldur sókninni áfram. Reynir að koma hérna núna eitthvað út en Dagur ekki tilbúinn að mæti þetta eða hvað. Mætir hann að seint í boltan. Ravík bara ná hann að fyrstu almennilegri sókninni sinni. Quick búinn að vera með pínu yfirhönd á þessum leik. Einmitt, Quick hérna tvöfalda fórustunum sína í 2-0. Það er bara allt annað að sjá þetta hérna. Ravík hálfpartinn vantar bara að þeir mæti til leiks. Ef svo má segja, við höfum ekki séð og gera neitt mikið með boltan. Quick Esports eins og var svolítið styrt þessu framan af en já, ég var að tala áðan að Ravík eiga sens á að komast á úrslitakeppnina en hins vegar eru þær vonir bundnar við að Quick sigri 3-5-4 og að Ravík sigri báða leikina sína. Það dugar ekki fyrir Ravík bara að sigra báða leikina sína því markatölumunurinn, eða sem sagt pluss-mínus-talan svo mikil. Þeir eru með -13 í Ravík og meðan 3-5-4 á núllinu. Sjáum hvað það getur skipt miklu að ná að sigra leiki, jafnvel þótt að þú tapir. En þessu áframhaldi geta Ravík hvatt sína vonir að mæta úrslitakeppni allan til að keppa en að sjálfsögðu munu þeir mæta til að horfa. Það eru mikil stemming hérna 30. nóvember en Quick að gera þetta allt saman vel, eru bara að halda þessu í spili. Við sjáum brumar loksins eru litirnir réttir að Ravíkur bláir og Quick rauðir. Þetta við tölum að síðast að þetta var ekki góð fylgni í þessu þá sko. Nei, það var leiðilegt að sjá það svoleiðis en það var nú bara sett upp á hvernig þetta var en Stófer með fyrsta mark hjá Ravík. Þeir eru komnir aftur inn í leikinn, eru með 50 sekúndur til að jafna þennan leik og bara koma með hérna smá svör. Kobbið þarna gerir mjög vel, kemur þessu bolta fram hjá vörn Quick og kemur svo með skemmtilegt svona, já, þetta oft kallað að poppa boltanum. Svona, maður hoppar beint upp, svipað eins og það að popcorn springur út. En Kobbi gal opnaði vörnina þarna og allt einu Ravík búinn að minnka munin hérna, finna eitt marki viðbót, geta þeir knúið þennan leik í framlengingu. Hann og hins vegar ætti að grafa þennan leik strax. Kobbi mættur í hjálpavörnina, búinn að standa sig vel í þessum leik. Dagur H upp á hliðaveikin, 40 búst á táknum, komið niður í 20, finnur ekki flippisetti. Jú, fann það! Kobbi reyndi poppið aftur. Þetta kemur skoti frá Kobba, það ekki gott hins vegar. Þetta stórhættuleg staða fyrir Ravík. Olmo sá þarna við hreinsunni, eitthvað mættir í skotið. Það eru 2 mættir og það Alfarinn sem tekur skotið en Kobbi, hver annar sem þetta á línunni. Hins vegar þetta ætti að renna út í standinu á Ravík ef þessi bolti snerti jörðina. Dagur H tekur þetta upp, Alfarinn setur þetta fyrir miðju. Boltinn ætti að detta niður hérna. Það á hverju Stófer. Ekki langt frá því að finna netið að það Quick strax búinn að gráða mína spá, taka fyrsta leikinn í viðureigninni, staðan orðin 1-0. Já, Quick mæta til leiks hérna strax og sýna okkur að það eitthvað til í þeim eftir allt en það kannski pínu eins og ég kom inn á áðan. Það
getur skipt miklu máli þegar lykilmenn eru ekki á svæðinu. Já, það getur klárlega gert það, en já, Quick að finna kannski smjörþefinn svona af sigri og sjá hann mögulega í augsýn og við komum svo sem inn á það ekki hægt að segja þessi mikið í húfi fyrir þessi lið í rauninni. Ef maður rýnir í tölurnar að þá tölfræðin og líkurnar ekkert að vinna með þeim. Quick Esports, þeir þurfa að sigra Ravík og þeir þurfa að sigra 354. Ravík sömuleiðis þarf eiginlega að treysta á að þeir sigri Quick og Quick sigri 354 ef þessi lið vilja breyta einhverjum sín örlög á stöðutöflunni. En ég veit ekki hvort að leikmenni sé að spáðu því. Omo allavega bara að spáði að koma boltanum inn í netið. Ekki hraðast á spilið sem við séum í kvöld. Stófer misreiknar þennan harkalega. Tekur ekki eftir Omo, eitthvað svoleiðis. Og aftur Quick Esports. Standa svolítið undir nafni kannski í fyrsta skipti á tímabilinu og eru komnir hérna með snögga forystu í leik nr. 2. Já, snögg forysta í báðum leikjum hérna og núna alfarinn að reyna að bæta í. En Ravík ná að bjarga þessu línunni Koppi. Neglir þessu burt, núna Stófer næra elda þetta yfir að Koppa. Ravík komnir í skyldisókninni hérna á móti. En Vano gerir vel, leysir þetta alveg yfir alla völlinu. Alfarinn skellir Stófer bara burt en boltinn ekki á leiðinni í markið. Quick Esports halda þessu hérna frammi. Omo mættir í lofti á móti Koppa en Koppi næra að sitja hann yfir á Stófer. Spurning hvort að Alfarinn ná ekki bara að mæta þessu fyrst í jú. Quick með tækifæri en Dagur losnar þetta vel núna. Spurning hvort að Koppi sé með þetta. Nei, Koppi og Stófer fara hann að báðir í það og núna Quick móti Dagur sem í vörninni og sjáum reyndar ekki þennan bolta. Hann fer bara inn. Geggju snerting og degið þarna. Þetta eru stór hættulega snertingar út af því að allir á vellinum að reikna með að Omo negli á boltan og tekja 50 við Dag. Dagur hins vegar, hann skransar, hann heldur inn í powerslide-takkanum sem lætur bílinn renna og potar í boltan þannig að hann demóður í staðinn fyrir 50-ið. Og þetta mark verður rauninu bara upp úr algjörum misskilningi á vellinum en Ravík hérna komnir í jafna stöðu. Vano þarna var sér með of í loftinu en ótrúlega skemmtilegt markana hjá Ravík. Bæði mörkin þeirra í kvöld búin að vera upp úr einhverju svona aðeins að leika á væntingar andstæðingsins. Koppi í markinu gerir þetta vel og Morin að halda svo lífi. Stófer, þetta hættuleg snerting Koppi þess að tilbúin aðeins Ravík aðeins og mikið verið kannski á sama staðnum og hreinlega eins og Dagur sé að lagga eða eitthvað annað. Þetta ekki snertingi sem hann vildi held ég en eitthvað skrítið hjá Ravíkumenn hérna en nóg eftir að þessu leik. 3 mínútur hérna eftir sem klukkan að tikka í. Ravík maðurinn að búa til afsakanir fyrir félaga sína en 3 mínútur eftir af þessum leik. Staðan jöfn og Quick með alla yfirhöndina hérna. Pressan endalaus, Alfarinn nær þessu ekki boltinn aðeins og rætt yfir völlinn þarna. Vano fer með boltan hérna alla leiðina aftur. Dagur nær að mæta þessu. Stófer nær ekki snertingunni. Omo fara að taka þetta til hliðar. Koppi sem betur fyrir réttu stað þarna. Núna Ravík aftur með boltan fram. Omo í vörninni. Á að sitja hana yfir markið. Vano þarf að pota þessu burt. Og Quick núna ná að sækja á móti. Alfarinn gerir vel, fylgir boltanum eftir. Vano hittir ekki boltan. Omo ekki tilbúinn í þetta og núna Ravík með tækifæri. Boltinn rétt fyrir fram á Dag en núna Koppi næsti maður í boltan og þeir skoraður komnir yfir í fyrsta skipti þessari viðureik. Geggja skotina hjá Koppa. Þetta búið að vera skrítið leikur. Hraðinn svolítið búinn að vera upp og niður og mikið að menn sé ekki að hitta boltan. Ég kemur nú alveg fyrir að menn séu aðeins off en spurning hvort liðið næra að grafa þennan leik eins að Ravík hérna kannski svolítið óvænt komnum við fórustuna. Mínum mati hefði Quick svolítið stjórnað þessu. Vano reynir að bæta strax upp hérna. Omo kýs að keyra bara beint tilbaka, hleypir Ravík hérna bara í skotið. Verður rauninni til þess að hann getur ekki gert neitt. Koppi upp, reynir double-tappið, finnur það! Ravík 3-1 núna. Quick Esports allt einu búin að missa fórustuna úr greipum sér hérna. Þetta að skora fljótt mark.
eins og Ravik séu svolítið búin að kynna upp í hraðunum og finna hérna 3 mörk í röð en nóg eftir. Alfarinn tekur snöggt flip, aðeins svo mikið hraði á hann og hann missir að boltanum. Vano kýs að setja þennan beint áfram. Ómó var fyrir aftanan en Ómó hins að þarf að tæma tankið að komast, þannig að Alfarinn ekki með eitt boost. Hann getur lítið gert í þessari vörn sem og Vano hins að með fullatanka boosti en Stófer hittir ekki á netið. Mjöguleik hérna fyrir Ravik að komast í 4-1 en áfram heldur sókn Keflvíkingana. Ómó næri ekki hreinsunni, þetta er það sem ég er að tala um. Menn eru ekki að ná snertingunum sem að mér finnst að þeir ætti að vera að gera. Já, bæði lið búin að vera pínu, hreinlega bara skrítinn ef maður getur sagt það í þessum leik. Aðeins hægari bolti en maður er vanur að sjá hjá þeim og eins og við talar það fólk að missa af snertingum sem þeir eiga kannski ná, en Dagur núna að gera þetta vel, heldur boltan með fram hjá tveim og hann og rétt nær að trufla þetta, kemur hann fram, Koppi þarf að verja þannig að hann fyrir slána og Alfarinn ekki á réttu staði núna. Ómó næsti maður og nær að skora fyrir Kvik. Sjáum þetta aftur, boltinn fyrir hérna í slána og út. Stófer hérna hraður yfir, hittir ekki boltan og Dagur bara í markinu sínu. Alfarinn að trufla hann aðeins svo mikið, hann að boltinn fær seinlega að fara bara freka frítt inn. 30 sekúndur eftir fyrir Kvik til að jafna þennan leik. 30 sekúndur sem þeir hafa. Þeir þurfa að nýta þér vel. Ravik hins vegar að gera vel að skafa klukkunni hérna. Hreinlega bara skotið frá Stófer. Koppi hérna geggjur pressa hjá honum, finnur ekki sendingun á miðju hins vegar. Ómó alveg tómur, Vano verður að taka þessa snertingu. Þetta er pínu vandræðilegt fyrir hann, en hann hins vegar finnur skotið. Tekur þetta bakbútur, heikir með skotið frá Alfarinn. Stófer letur þessu beint upp. Dagur framlengir þetta, mjög mikilvæg snerting á degi og Kvik lítið eftir sem þeir geta gert. Alfarinn reynir að taka þetta bakbútinu. Þessi eins og að dundrast í jörðina. Ravik jafnaði viðureignana í 1-1 og já, mikið betra frá þeim í þessum leik. Já, algjörlega, og eigum að tala stigið hjá Koppa. 845. Takk fyrir þetta, Koppi. Þetta er hérna, hann er að hóta að vera Oatking. Já, alveg klárlega. Þetta eru stig sem maður sér ekki oft frá neinum. 6 vörslur, 3 skot og 2 mörk. Koppi að gera flottan leik. Ravik að sína smá takta, komnir aðeins í gírinn. Spurning hvað gerist núna þegar staðan er 1-1 í þessari viðureign. Ég vissulega tók ekki eftir hvað Koppi var með mörg stig í fyrsta leiknum, en hann var uppsprettan að fyrsta markinu. Hann var upp í staðinn í því og fer ekkert á milli mála. Hann stóð sér mjög vel í þessum leik líka, en já, mjög flott framistæði á Koppa. Við munum fylgjast með í þessum leik hvernig hann sem og Ravik munu svara. Hvort þið komist á skrið hérna. Kvik að sjálfsögðu sigruðu fyrsta leikinn í viðureigninni. Ravik með frekar afgerandi sigur eftir það. Stófer finnur þetta forystuna fyrir Suðurnesingana. Setur þetta niður. Ómó og svolítið tekið eftir þessu Kvik eSports og að vanta boostið hjá þeim, sérstaklega í vörninni. Virðist eins og ég sé ekki mikið að taka upp litlu boostinn, reglabústinn eins og þeir stundu kölluð á leiðinni tilbaka í vörn. Það er þeir sem að taka litlu gulu blettina á gólfinu, þeir fá 15 boost á tankinn. Það getur skipt sköpum eða grípu bara 3 þannig á leiðinni í vörnina. Það ertu með 45 boost í staðinn fyrir 0. En svo lítið voruð á því að Kvik sé ekki með no boost. Alfarinn hérna drippar þessu bolta, mættur í körfuboltan. Vano upp í lofti, finnur hann aðra snertingu, gerir það! Og ég held að Ravik hafi reiknað með sendingun á Ómó. Vano hins vegar finnur skotfingirinn einhvern veginn. Bara fer í flipprisettið og fljótur að nota það, vel gert í honum. Jafnar viðureignan hérna í 1-1. Virkilega flott spil og 4 mínútur eftir. Sáum þarna Ravik að skora fljótt mark. Við erum búin að sjá Kvik gera það tvisvar. Ravik að sína að þeir geta gert það líka. Og núna þurfa liðið að finna annað mark til að klára þennan leik. 4 mínútur, nóg eftir til að skora fullt af markum.
núna Dagur með möguleikana að koma hérna upp fyrir flippisetti og Kobbi yfir á Dag og Stófer. Þeir ná ekki að slíta þetta á markið. Alfarinn ætlaði að klemma hennan fram síns mér. Kobbi nær að koma þessum aðeins burt. Dagur með búst, með flippisett. Nær ekki að gera neitt í þessu en Kobbi situr hann þarna fyrir fram á sig en nægir ekki nógu góðu skoppið hana. Alfarinn hinum megin við, getur hann sett hann yfir á Ómó eða nei. Dagur nær að svara þessu, Ómó núna fylgir þessu hins vegar eftir en Kobbi nær að negla þessu burt. Alfarinn mættur í vörnina og Dagur aftur neglur honum bara burt. Það pínu varnarspili hjá þessum tveim liðum í þessum leik. Það bara að reyna að negla boltanum burt. Og þarna hættuleg snerting hjá Stófer. Alfarinn reynir að skoti en Kobbi nær að verja þennan núna. Spurning hvort að Ómó nær að fylgja þessu eftir. Situr hann hérna yfir á Vano í bakborðið en Dagur nær að losna þennan. Vel gert hjá Ravík. Komnir í slæma stöðu þarna. Það var mikilvæg snerting. Sjáum þetta núna hérna. Stófer hittir ekki boltan rétt. Hefði mögulega getur farið bara beint í markið. Sýnst enginn varnarmaður vera tilbúinn í þetta en Kvik ná að halda þessu burtu. Núna Ravík reyna að koma sér eitthvað burt. Alfarinn mæti bara og alltaf pínu fastur hérna í miðinni en Ómó gerir vel að koma sér fram. Ravík reyna ná boltanum og Stófer. Opið mark, spurning. Sjáum þetta aftur. Hvar eru Kvikmenn? Sko, Ómó ekkert bústi honum en hann fyrir hornið. Alfarinn mætti hann að snemma. Vano hvergi sjáanlegur, sérstaklega einu sinni hérna en ég gerir ráð fyrir að hann hafi verið þarna vinstri vangnum. Hann var náttúrulega hann sem að fór í snertinguna hann fyrst. Hefur ekki verið með búst til að koma sér til baka tímalega. En Ravík 2-1 en núna Kvik ætla að skora fljótt. Ná því ekki 2 mínútur til leiks til að finna þetta jöfnunarmark fyrir Kvik. Ravík hvort að þeir geti komið sér bara hærra yfir. Alfarinn næstu búinn að klára þetta eftir gott spil hjá Vano en núna Stófer setur háan bolta. Alfarinn þarf að pota sig yfir markið og Ravík ná að fylgja sig upp eða hvað. Ómó nær að negla sig burt og Ravík hreinlega með betri sóknina hennar til að byrja með eftir þetta 3. mark. Einmitt svolítið svona Kvik kannski ekki að fullnýta tíman sinn á boltanum hérna. Ekki að gefa boltan bara frá sér. Sjáum hérna fínt færi fyrir þá en hins vegar náður ekki að nýta. Alfarinn tómur á bústinu, svo nálægt til að finna snertinguna. Dagur Há hérna sleikir nokkra sekúndur á klukkunni, vel gert hjá honum. Vano reynir galdrarinn sinna aftur, við skulum ekki gleyma það var markið hans sem að Kvik eSports eru með að geggja flippisett mark. Dagur hins vegar tilbúinn í vörninni, hrifsar þennan af Kobba. Ég hugsa að Kobba hefur frekar viljað taka þetta sjálfur. Dagur Há setur þetta á miðjuna í Stófer, mættur í skotið. Nær hins vegar bara fyrir 15, Vano fullt búst á tankinum. Kemur sér fram hjá einum, ætla með þetta upp í loftið, hvað getur hann gert? Kemur sér yfir Dag Há, Alfarinn tekur skotið. Stófer hins vegar tilbúinn í netinu. Aftur eru Ravíkmenn fjölmenna vörnina að standa sér mjög vel í henni. Svolítið verið einkennandi fyrir það á tímabilinu að þeir vinna leiki kannski ekki með miklu mun, geta komist fram úr, geta varið vel og það dugar oftar en ekki til þess að finna sigra. En Kvik eSports, 20 sekúndur sem þeir hafa án þess að missa Ravík fram úr sér hérna í viðureigninni í staðan 2-1. Fyrir Ravík, Alfarinn finnur Vano á miðjunni og skotið er inni! Kvik eSports jafnar leikinn í 2-2 með 11 sekúndur eftir. Flott spil hana hjá Alfarinnum og Vano, gera þetta virkilega vel. Einfalt spil yfir á miðjan völlinn og Ravíkmenn ná ekki að mæta nógu snemma í þennan 11 sekundur eftir. Spurning hvort við fáum hérna fljótt mark, kick-off mark til að klára þetta eða hvort við séum að fara í framlenginguna aftur. 1 sekúnda eftir, Vano með boltan upp á veggnum, setur hann hérna fram en það er ekki að fylgja þessu og við erum komnir í framlenginguna. Bæði lið vilja virkilega fá hennar sigur. Ravík til að fá meiri möguleika að komast í úrslitakeppnina og Kvik bara til að klára 1 sigur á tímabilinu. Þannig að
Alfarinn með boltann inn í horninu, ekki mikið boost til að spila með, en nær að koma honum yfir á Ómó. Hann stoppar hérna í miðjunni en Stoffer nær þessu ekki. Ómó nær að trufla Koppa hana. Svona Quick með möguleika eða hvað Dagur mætir hana og Stoffer næsti maður í bakborðið og Vano nær að hóta þessum áður en Koppi getur fyllt þessu eftir. En núna Koppi situr henni í hornið, Vano hins vegar bara neglir honum út. Dagur þarf að mæta tilbaka, grípa þennan bolta. Alfarinn nær að fylgja vel eftir, Stoffer yfir á Dag eða hvað Vano mætir henni á móti. Ómó situr hann aftur yfir á Vano og Vano yfir á Alfarann. En Dagur nær að bjarga þessu á línunni og núna hann getur ekki komið þessu út, það ekkert boost hjá Ravikmönnum. Núna loksins má tækifæri, Dagur nær að losa þetta og fá smá andrýmið þarna. Þau get ekki náð sér í einhver búst eða hvað. Alfarinn með fast skot frá miðjum vellinum til að klára hennar leik. Sjáum þetta aftur, það Vano og Alfarinn sem spila svona vel saman. Vano núna með sendinguna yfir á Alfarinn sem að neglir þessu sláinn inn. Þrumufleygur frá Alfarannum, innsiglar hérna þennan sigur. Komast hérna í 4. leikinn með forskotið. Geta hrifsað alla seríuna. En Koppi ekki alveg í sömu stigum og við sáum með áðan. Vano stigakongurinn í þessum leik. En já, maður sá glitta aðeins í gömlu góðu dagana hjá Alfarannum og Vano. Þarna í lokin mjög vel spilið á þeim tveimur. Virkilega vel gert. Gott samspil hérna á milli þeirra. Fyrst Alfarinn yfir á Vano og síðan Vano yfir á Alfarann. Og Quick núna komnir í 2-1 stöðu, geta klárað þessa viðureign hérna eða þeir taka hérna leik. Eru Quick að fara að finna sín fyrstu stig á tímabilinu. Þeir geta það, þeir sigra þennan leik. Þá eru þeir konum með 2 stig í kladdan. En það er ekki séns fyrir, það er séns fyrir þá að komast upp fyrir Ravík. En þá þurfa þeir að taka þennan leik strax og þeir þurfa sömuleiðis að spila næstu viku flekklausa. En þetta byrjar allt saman með því að skora á þessum velli í þessum leik sem að þeir þurfa að gera. Vano fyrstur til þess fyrir Quick Esports. Finnur netið þarna eftir að fengið að taka nokkur skot í röð hérna. Sjáum 1. Dettur niður fyrir hann, tekur bara annað. Stoffer og Dagur hérna svolítið í, bara makkindum. Já. Þetta var hægasta markið af öllum leikjunum og það tók alveg heilar 28 sekundur til að koma. Þetta er fljótt að gerast á milli þessara liða allavega. Einmitt, Quick Esports. Komnu með annan fótinn inn fyrir dyrnar núna. Farið þessi leikur svona, eru þeir komnu með stig og ekki vona eiginlega bara fyrir þeirra hönd að þeir fái þessi stig. Það er súrt að spila heilt tímabil án þess að fá svo mikið sem stakt stig, en 2 slík eru í seilingarfæri hérna fyrir Quick. Þeir halda þessari pressu vel. Þeir eru búin að vera Ravík svolítið ofviða síðustu mínúturnar. Vano þá náttúrulega sérstaklega stjörnuspilarinn hjá Quick. Alfarinn setur þetta upp, hann er sennilega ekki með bústi í þetta. Koppi gefur hennan yfir á Vano og Vano er með fullan tank. Þeir eru upp í loftið, setur þetta á bakvöldinu. Ómó er mættur í skotið, Koppi hins vegar mættur í vörsluna. Alfarinn reynir skotið, Dagur Háðins að tilbúinni að Stoffer hérna galopna völdinni á Quick. Vano teygir sig í þennan bolta, mjög mikilvægt sterk í honum. Koppi finnur Dag, skotið er hins vegar slakt hjá Degi. Áfram heldur nóðið á milli þessara tveggja liða. Quick Esports núna færir sig í sóknina. Stoffer gerir vel í að koma þessu fram. Alfarinn sjáum að mikill hraði í þessum leik núna, eitthvað sem að vantaði kannski aðeins í hérna leikina, en sömuleiðis kemur á að liðin hitta boltan ekki jafn oft þeir eru að fara svona hratt. Ravík núna er með smá möguleika núna. Stoffer næsti maður upp í lofti, situr hann á bakveginn og Koppi ekki ná fljótur. Vano undan honum í þennan. Dagur nær ekki bústunum þannig, getur ekki fyllt þessum bolta og Vano situr þetta bara beint á markið. 2-0 fyrir Quick. Sjáum þetta aftur. Dagur kemur boltanum hann upp en er ekki með búst til að fylgja það eftir og Vano nýtir það tækifæri. Situr þetta beint á markið.
hálfur leikurinn búinn og Quick 2-0 yfir. Ravík þurfa að finna eitthvað ótrúlegt núna til að koma sér aftur inn í þennan leik. Ómó þarna, ég veit ekki hvort það sást það, en mjög mikilvægt bump hjá honum þarna. Stoppaði Ravík frá að ná jafna leikinn, koma strax með mark og Alfaris svarar fyrir sig hinum á vellinum. Quick Esports, eru þeir að sleppa með þetta hérna? Eru þeir að fara að sigla þessum heim? Fyrsta sigri tímabilsins, Brimar. Gæti hreinlega verið, allavega eru okkar spár að líta illa út hér. Núna Quick stingir í sóknina. Já. Bara næsta marki strax. Alfarinn kemur því inn. 4-0 fyrir Quick. Sjáum hérna Van og spilar hann að framhjálta í og Stófer sem að fara hann að tveir saman í boltan. Quick að líta virkilega vel út í þessum fjórða leik. Ravík, hafa eiginlega bara verið ósýnilegir inn á vellinum. Quick búnar að nýta sér það vel hérna. Ekkert annað heldur en hægt að rósa þeim fyrir það. Hérna kemur hins vegar mark. Hvað gerðist þarna í vörðinni á Quick? Alfarinn sigraður að koppa og svo kemur Van og misreiknar þarna boltan. Og þegar það eru 3 andstæðingar í teiknum þínum, engin liðsfélagi, þá ertu sennilega að fara að fá á þig mark. Ravík hérna minnka munin, staðurinn 4-1. En er ennþá séns fyrir þá. 2 mínútur, 3 mörk. Við höfum nú síðan að einsýða þessari deild. Þetta var 4 mörk hjá Quick á helming leiksins. En núna Ómó ætlar að reyna að klára þetta. Hann og núna næsti maður til að vera með boltanum fyrir fram á marki. Quick ætlar klálega að skora þetta 5. mark. Ómó aftur með skoti, Stófer nær að verði þennan. Og einhvern veginn komast Ravík upp með þetta. Núna Quick komunum aftur fram, Ómó situr hann í bakvegginn og fyrir fram á markið og það er smá sjálfmark þarna, horfum á þetta aftur. Ómó með boltan hérna fram, situr hann fyrir fram á markið og Stófer ekki á réttum stað. Þetta er kallað ostakaka í íslenska Rocket League samfélaginu, Brimar. Eins og þú veist, þetta er fyrsta ostakakan í kvöld. Þeir eru nú ekki búin að vera margar á tímabilinu, þessi sjálfsmörk. Nei, alls ekki. Og Quick núna sækja bara strax aftur og Alfarinn skorar 7. marki fyrir Quick. Hvað er í gangi hér? Það er grafinn björn í kvöldmatinu á Quick Esports því að gröfin er orðin freka djúp hjá keflvíska Birninum. En já, mínúta 25 sekúndur eftir. Svo við myndum bara kalla formstaftrið að sigla þessum leik heim. En 5 mörk, kannski aðeins of mikið fyrir Ravík. Ég held að Ravík hafi ekki skorað 5 mörk í einum leik í deildinni. Gerðu þeir það ekki á móti Dusty í leik nr. 4? Langar að segja nei, en það gæti verið. Nú man ég þetta ekki, ég verð að leggjast yfir þetta í kvöld. Já, það er allavega rosalega mikið að skora 5 mörk á 1 mínútu þó að Dusty hafi nú náð að gera það á móti Ravík. Já. En það var nú leikur þar sem að þeir voru pínu tilbúinir að tapa eftir að hafa fengið 2-3 mörk á sig hann að skömmum tíma. En nú sjáum við Quick halda pressunni hérna uppi. Ravík með fásvör. Koppi núna með tækifæri, opið mark, nær að sigla inn einu marki. 6-2 fyrir Quick hérna þegar 35 sekundur eru eftir. Sjáum þegar það rúlar bara fram hjá þeim og bara leiðir boltan inn í markið. Einmitt, sárabótamark, svo kallað Quick Esports, já þeim er sama. Þeir vita hvað býður þeir eftir 30 sekundur, það eru fyrstu stig tímabilsins. Og þeir, eina verkefnum þeirra er bara að leyfa Ravík ekki að skora 4 mörk og þá eru þessi stig í hús. En langþráð stig eins og við töluðum á hann, sennilega þeirra síðasti séns á stigum á tímabilinu. Þeir eiga 3-4 í næstu viku og gera ekki ráð fyrir miklu þar, en hérna fáum við að sjá rauða liðið Quick Esports sigla þessum leik heim. Koppi er búinn að gefast upp, hann situr bara kyrr á vellinum. Rafka vísir þarna. En núna fer hver snerting að vera svo síðasta Quick Esports. Þeir vita að þetta er komið, þeir vita að þetta er í höfn.
þeir þurfa bara að setja þennan bolta niður eða inn í markið, þeir svo sem ráða hvað þeir gera. En já, meðan hann í loftinu get ég svo sem halda áfram að tala. Hérna gæti hann verið að fara að snerta jörðina, nei, fer upp á völlinn, fer upp, en hins vegar neglist hann hérna í jörðina. Sjáum þetta Ómo fagnar þessu vel og innilega, en já, Quick Esports Brimar, þeir eru komnir á blað. Já, loksins. Það tók þá smá tíma. Já, ekki nema svona næstuði heilt tímabil. Já, það er bara sirka. Já, en ég meina, stig eru stig. Stig eru stig. Það er gaman að sjá að Quick fá sín fyrstu stig hérna í kvöld. Þetta búið að vera frekar bara langur vegur hjá þeim. Þeir voru nálægt á móti Dusty og þetta, ég held að fagnir þessu bara. Já. Og bara, það er bara geggjað. Einmitt, þeir eru vel að því komnir. Takar af hérna eins og þessum leikurinn sem þeir svona hefur kannski mátt búast við að taka ykkur stig. Ég þarf að ráðfæra mig við starffræðingadeildina svona upp á að vita hvaða sjens þessi lið eiga í næstu umferð og það er pluss-mínus tala náttúrulega eftir að reikna svo svolítið. Ég veit kannski með ykkur tölfræð eftir en hérna er svo sem stigatablan en við höfum eftir að uppfæra þetta en við getum smellt kannski í lok kvöldsins á þetta en já, við kannski tökum okkur bara örstutt hlé, gott fólk, því að já, það er ennþá einn leikur eftir. Handan á hornið býður okkar Dusty á móti Þórsurum og við sjáum ykkur eftir smá. Jú, komið sæl aftur gott fólk og velkomin á skjáinn. Þetta eru Snorri og Brimar ennþá með ykkur. Við vorum að horfa á Quick Esports ná í langþráð stig á móti Ravík. Erum núna konum með 2 stykki en Brimar, það er ennþá einn leikur eftir. Það er ennþá einn leikur eftir, ég var mjútaður þetta. Það er smúð. Við erum saman að takka undir borðinu til þess að kveikja á mikrofónunum okkar. Já. Og Brimar var að þamba Red Bull í pásunum nefnilega, en hann þurfti eiginlega bara að slökka á mikrofónunum. En Brimar, þetta er, Þórsarar á móti Dusty, það er svolítið spennandi. Þórsarar á móti Dusty, það er hérna hinn sögusæla viðureign. Það er þessi topp 2 lið sem hafa verið hérna síðustu ár og GVF að sína einhverja takta núna og hérna breyta aðeins til. En þessi lið gríðarlega sögu í deildinni og bara verður skemmtilegt að sjá hvað þið geta gert í kvöld. Einmitt, skulum líta á leikmennina sem verða með okkur hérna í kvöld. Það er hjá Dusty, Valdimar, Lasa, Atli og Úsik. Ef Dusty ætla að halda uppteknum hætti þá er þetta Valdimar, Lasa og Úsik sem mæta. Atli hefur nú ekkert fengið að prýða skjá okkar en Dusty svo sem eru með sterkt lið. Já, þeir eru með sterkt lið á blaði. Lasa líka King vikunar í síðustu viku. Ekki glemma því. Þannig að það eru klálega einhverju taktar hana í gangi en þetta er bara
Þetta er búið að vera virkilega mikið upp og niður hjá þeim í deildinni. Þeir eru búin að sýndu sterkan leik nefnilega síðasta móti Þór sem endaði 3-2 fyrir Þór. Já. En síðan hafa þeir tapað leikjum á móti eins og Ravík og verið að tapa bara svona leikjum í viðurregnum á móti Kvikk og einhverju slíku. Þannig að það er eiginlega aldrei hægt að spá fyrir hvernig þetta lið mætir. Nei, svo sem að mínum að Dusty virkilega búin að rífa sig í gangi í síðustu leikjum. Þeir taka 1 leik á móti OGVAF. Þeir sigra 3-4, sáleikur fór í 3-2. Síðan enda töpuðu þeir á móti KF en hnökrarnir sem voru í upphæðu tímabils sem voru aðalega að mínum að til samskiptavandamál. Mér finnst við hafa séð þau svolítið lagast núna, ekki að mikið að séu að fara 2 í boltan, ekki að mikið ykkur sem er boost og sé í stöðu þar sem má ekki vanta boost en svo sem mjög stór leikur fyrir þá að mæta Þórsurum og þeir munu sennilega tefla sínu besta lið og það Þórsarar, þeir eru svo sem ekkert lamba að leika sig við, skulum negla þeim upp á skjáin Steb, Bjarni og Rexer og sjálfsögðu Lukkudýr Þórs, Pabbi 4 sem að ég veit ekki til þess að Þórsarar séu frí í kvöld allavega en það aldrei þetta. Pabbi 4 mætti reyndar á móti Dusty í síðustu viðuregn í staðinn fyrir Steb og skoraði eitt fallegt mark fyrir Dusty. Já, alveg rétt. Það var sennilega að fyndnast það sem ég séð á ævinu minni. Ég hvet alla sem að mista markið þetta þessi klippa sér til hann á Twitch. Þetta er sennilega uppáhaldsmarkið mitt í þessari deild en ég meina Þórsarar það er voða lítið hægt að taka á þeim. Eina feilspori hjá þeim á tímabilinu það er þessi OGVAF-leikur þar sem að það vantaði lykilleikmann og það dugar ekkert annað heldur sigur fyrir það í kvöld út af því að ef þeir tapa þessum leik þá eru OGVAF komnir með deildarmeistaratitilinn. OGVAF eins og stigin standa þá leiða OGVAF deildina með 4 stigum. Já, algjörlega. Unni núna leikinn áðan og það þýðir að Þór þurfi að sigra þennan leik og mæta þeim í næstu viku til að klára þann leik. Verður kannski skemmtilegt að sjá hvað tjattið segir, spá. Kannski við þurfum bara að spá líka. Það var mjög góð siglingarna hjá umræðina. Þetta var tjattið náttúrulega getur spáð. Millumerki D eða millumerki Þór. Þetta er viltu að ég byrji eða nú ert þú svolítið að stjórna þessu? Ég held að ég fá að byrja núna. Þú tókst síðustu viðuregn. Já, passar. Ég ætla að spá 3-0 fyrir Þór. Ég ætla ekki sko það maður. 3-0 fyrir Þór. Þór ætlar að mæta til leiks og við ætlum að sjá bara besta leik Þórs hinga til. Sama og við sáum OGVAF gera áðan. Sko, núna þarf ég svolítið að kafa djúpt inn í hugarheiminn sko. Steb. Ég held að hann sé ekki búin að gera neitt nema að spila Bloons og Call of Duty. Bjarni, ég held að hann sé ekki búin að gera neitt nema að spila Call of Duty. En hins vegar held ég að sama sagan segja á Vattima og Úsik hinum einn. Þannig að ég ætla að segja Heyrðu, Þórsar að taka þetta og leikurinn fer 3-1. 3-1? Já. 3-1 fyrir Þór. Einmitt. Já, og ég held að chatið sé hreinlega samlað okkur. Vá, já. 100% Þórsarar. Komum það lítur að ríka Dusty-maður á úti. Hvað, byrju, ég líka að maður færi sjálfur og gera þetta sko. Það var skemmtilegt að sjá. Ég mætti í chatið í síðustu viku. Já, þarna. Mætti chatið í síðustu viku þar sem var Kvikk og Dusty. Já. Og það var 100% Kvikk til að byrja með. Það tók alveg tíma fyrir Dusty með að mæta í chatið og senda inn sko. Já, ætli netið sé eitthvað hægari á þeim. Ég held að ég var aðeins að koma prósentinu upp á það sko, en þeir eru kannski bara svo hyperfókust á leikinn að þeir bara get ekki, kannski eru bara að horfa á símanum eða ykkur öðru en Twitch. Við tökum þessar upplýsingar náttúrulega bara frá Twitch, en við erum allstaðar sko. Já, við erum út allt. Það er Facebook og það er Sjónar Símans og Kikk og YouTube. Kikk, já, og YouTube líka. Við erum bara fjölmiðla menn, mætti segja, núna. En já, það er eins og betri menn heldur en við, Brimar, margir, en kannski svona einna helstu í mómentinu eru akkurat mættin á völlin. Það eru 6 leikmenn frá Dusty og Þórsurum, þannig að já, við erum nú bara tilbúin í leik gott fólk, þannig að skellum okkur inn á völlin, síðasti leikurinn í kvöld, Dusty á móti Þór.
og völlurinn, hann tilbúinn fyrir okkur. En eru leikmennirnir til því að Þórsarar eins og við komum inn á lífsnauðsynlegur leikur fyrir þá ef þeir vilja geta fellt OGVF hérna síðasta kvöldið til að ná að halda í við þá stóru á toppnum. En Dusty munu sömuleiðis vilja fella Akureyringana hérna til þess að bara halda sér öruggum fyrir ofan 3-5-4. Dusty eru með óhagstæðari pluss-mínustölu. Þeir eru með -1. Ef þeir eru sópaðir í kvöld enda þeir með -4 sem þýðir að 3-5-4 eru dauðafæri til þess að stinga sér upp fyrir það í næstu viku. En við vitum þá að hver einasti leikur skiptir Dusty miklu máli hérna í kvöld. En Brimar, ég er tilbúinn í þetta. Við sjáum Bjarni Rexer á stepp, mæta Lasa Usyk og Vatima. Þetta er bara nákvæmlega eins og við spáðum fyrir að þetta myndi fara. Algjörlega Þórsarar mjög mikilvægt líka fyrir þá að bara klára alla leikina 3-0 upp á að vera með betri séns á móti OGVF þar sem að þeir voru að sópa áðan. Og núna Þórsarar byrja aðeins sterkari hérna í sókn eða hvað. Rexer núna mættir í vörnina og Lasa mættur upp í hornið. Bjarni nær að losa þennan núna stef með tækifæri. Usyk einn eftir í vörninni en nær að hreinsa þetta virkilega vel gert. Bjarni missir að þessum. Rexer þarf að bjarga þessu á línunni núna og sýnst þetta nú að Bjarni sem var að buffa Rexer þarna. Lasa núna með tækifæri, situr í bakvegginu. Usyk Bjarni nær að verja þennan en Usyk með fínt skot. Núna aftur tækifæri. Spurning hvað gæti verið í gangi hérna hjá Þórsurum. Smá samskipti ekki í lagi til að byrja með. Þetta er klárlega þetta hægasti leikur sem við höfum séð þessi tvö lið spila en sem hann að Usyk bara neglir næstu í aftan og Lasa eitthvað riði í mönnum hérna. Rexer kemur þessu upp öllin. Hann er búinn að halda þessu Þórsaraliði alltaf undir rentu. Nær hann að gera áfram henni í kvöld. Sjáum til Usyk lyftir þessum upp, step, ein snertning, lendir á veggnum eins og kóngulóðamaðurinn þarna næri er hann ekki að gera neitt með þetta. Rexer yfir á miðju, Vatima mættur þennan. Hægt og rólega færist boltinn nær netið Dustymanna. Tvísmeta frá Lasa yfir step. Step lætur ekki platast, velgert í honum heldur yfir en Vatima mættur í bömpið og hann Usyk tekur þetta undir Bjarna, nærið hins vegar ekki. Lasa tekur skoti í slána. Step mættur til að koma sér frá Usyk. Leitar að glöfu í vörninni. Lasa ætti að vera með þennan nokkuð örugglega. Usyk gefur hann frá sér. Step fullt búst á honum. Leifir Rexer að sjá þetta hins vegar. Lasa mættur upp í loftið. 2 upp hjá Þórsurum og þetta er fyrsta markið að koma eða hvað Bjarni? Einhvern veginn nær að taka þetta út. Hver var þetta sem ætti að taka skoti á Dusty? Var þetta Vatima? Bara 2 Þórsarar. Ég held að Usyk hafi verið hann á hliðinni. Vatima hefðu átt að klára þetta eða bara hreinlega Lasa sjálfur að stýra boltanum inn á eða bara inn í markið en Bjarni einhvern veginn nær að detta þarna niður eftir að 2 fóru í boltan og bjarga þessu. Dusty missa hana gullið tækifæri. Þórsarar með bara 2 í boltan. Mátt það ekki í svona vörn. En áfram allt jafnt hérna Brimar. Þetta er allt öðruvísi tempó heldur en ég bjóst við. Algjörlega núna Rexer með skotið á markið og það er mark fyrir Þór. Þetta var gríðarlega hægt mark. Við sjáum það 23 km. Hvað sendir hérna á Íslanda? Vatima bara ekki með neitt búst og... Nei, Vatima hann hlýtur að halda boltinn sig að fara yfir. Hann á að geta komist upp í þennan bolta með örðu að bústi og 2 hoppum en misreikningurinn gæti orðið dýr. Vatima reynir þarna skotið til að bæta upp strax fyrir mistökin. Finnur Usyk. Usyk feikar fyrir Lasa. Þetta er að renna í sandinn hérna hjá Dustymunum eða hvað. Step fyrir snertinguna. Bjarni framlengir. Vatima síðasti maður kemur sér upp á bakbortið en það er ekki gott því að Rexer mættur í skotið. Lasa kemur sér frá Step með lélegt skotið en Usyk tekur þetta til hliðar beint yfir á Rexer. Liðin, ekki að finna liðsfélaga. Svolítið að senda boltanum mótherja. En hins vegar höfum við áður séð þetta í fyrsta leik
hjá þessum liðum og hjá öllum að stundum finnum en ekki taktinn strax. Nei, algjörlega Þórsarar og Dusty-menn pínu hægur leikurinn til að byrja með og slatta minnstökum bæði vörn og sókn hjá báðum liðum og Úsvíknar að bjarga þessu. Ég veit nú að það eru einhverju OG-vaffmenn fram í sali hérna á Arena í kvöld. Spurning hvort að þeir séu með Þórsarafána núna því að, já, eins og við sögum á hann, ef Dusty sigrar viðuregnina eru OG-vaff deildarmeistarar, þannig að þessi leikur gæti orðið úrslitaleikur að því leyti. Rexer og Bjarni, hvernig fór þessi bolti ekki inn? 10 sekúndur. Þórsarar þurfa bara að lifa af í nokkra sekúndur í viðbót. Step, góð snerting á honum yfir Lasa. Geggja dönki á Step, innsiglar hennar sigur nánast fyrir Þórsara. En það má aldrei afskrifa neitt. En hérna fellur þessi niðurbreymar. Þórsarar taka fyrsta leik. En allt í lausu lofti og þessi leikur hefði getað farið á báða vegu. Algjörlega, þetta var frekar skrítið leikur milli þessara liða. Þetta er ekki það sem við erum vanir að sjá. Sjáum hérna Vatima með 50 stig. Strang heiðarleik. Já, þetta, ég held að þetta sé nýtt met hjá honum að vera lár í bara örugglega deildinni. Það gæti verið. Við þurfum að samræða, við þurfum aðeins að eiga samræði við starffræðingadeildarinn. Já. En þetta er, ég vil sjá bara mun betra spil núna hjá þessum mönnum. Vatima greinilega ískaldur að koma inn í leikinn. Ég vil sjá Vatima fyrir 48 stig. Ég veit að hann toppi sig. Toppi sig. Já, ég vil sjá hann toppa sig í hináttina. Ég vil sjá hann komast upp í 700-800 stig hérna. Ég veit nú ekki, Vatima hefur búin að vera svo lengi, það geti vel verið að hann hefur fengið 1000 stig síðan í leik áður. Glæsilegur spilari. En Dusty að byrja sterkt. Og sjáum Step sækir hérna á móti og bolti fellur þægilega niður fyrir Rexer. Vatima nær að bjarga sig á línunni, vel gert. Núna Lasa með boltan upp í loftinu, nær að fljúa hérna frá Bjarna. Step mætir henni í loftinu, gerir þetta vel. Báðir menn missa boltanum þarna, Lasa nær að skjóta honum út og Bjarni gerir vel að lyfta þessa bolta yfir Dusty-menn. Núna Þórsarar í sókn. Það er gert, Vatima losa þetta fyrir eitthvað léttilega en Rexer nær að komast yfir einn og Lasa eini maðurinn til að svara. Nær að koma fram hjá Step en Step stoppar hann í loftinu. Núna róast þetta aðeins niður, boltið mjög mikið hann að hátt upp í loftinu hjá þessum spilurum. Elska að fara með hann hátt og fljúa yfir allan völlin. Láta andstæðingana mæta þeim þar frekar en að vera að reyna að spila á milli sín niður á jörðinni. En núna Bjarni með smá mistök. Situr hann hérna yfir á Lasa sem færir hann yfir á Vatima en það verður ekkert meira úr því. Dusty að búa til nokkuð tækifæri hérna til að byrja með. Þór pínu í bara smá varnarleik hérna. Vatima, hann er lengi í skotið. Bjarni lætur ekki plata sig eins og þar. Held að Vatima hafi verið að reyna að plata Bjarna þarna. En Dusty, já, líklegri. Step nær að koma þessum fram. Lasa og Vatima sem við erum báðið með mikið búst. Ef Lasa fer með Vatima í sóknina gætu þeir gert eitthvað en Þórsarar hrifsaði þennan boltinn svo bara af þeim. Lasa tekur þennan á bakborðið. Rexer reynir þarna maldi í móinn. Úsvík tekur hann hratt upp völlin. Vatima mókar þessum upp. Bjarni búinn að lesa þetta. Step er mættur, hann ætti að vera mættur í skotið þarna. Er það hins vegar ekki, sneri við. Þórsarar svona hræddir við að taka í gikkinn sem svo sem skiljanlega. Staðan er 0-0 og hver sókn getur snúiðst í höndum hans. En áfram siglir leikurinn. Step á miðju fullt búst, drepur hann niður fyrir Rexer. Rexer með backpass yfir á Bjarna, tekur þetta upp á vegginn. Önnur snerting. Step nær ekki bestu snertingunni, ekki eru verstu heldur. Úsvík lyftir þessum upp. Rexer tekur hann út. Vatima, er hann tilbúinn í hann að bolta. Step upp fyrir Úsvík. Lasa, segi ég, sem að vera þetta á Vatima allt í einu finnur skotið. Þarna sjáum við nákvæmlega hversu fljótar sóknin þeir eru að snúast. Bjarni mjög lengi að snúa sig við. Ég held hann hafi hoppað, mögulega ekki náð veifdassinu
þá missir maður svolítið mikið hraða að lengi að snúa sig við og Dusty menn leiða leikinn 1-0. Já, Dusty finna tækifæri hérna eftir að hafa verið pínu ný varnarleik hérna í smá stund og finna góða skynnsókn. Valdimar núna komin almennilega inn í leikinn og hún er að spila mun betur heldur en leik nummer 1. Dusty núna að finna aðeins betri takt bara og hún að vera sennilega með yfirhöndina hérna í leik nummer 2. En núna til að segja það að þá koma Þórsarar svart upp. Bjarni reynir að setja hérna fyrir markið, Stef mætir Valdimar hérna í loftinu en Valdimar næra neglunum hérna fram hjá öllum Þórsurum. Næri ekki að fylgja sér alla leið en Úsík yfir á Lasa sem að fær opið mark. Dusty konur í 2-0, sjáum þetta aftur. Valdimar með nær snertingunni. Úsík situr hún en það var léttið niður á Lasa sem að neglir þessu inn í opið markið. Þórsarar ekki með neins svör við þessu og það eru skyndisóknirnar hjá Dusty sem að er að klára þetta. Núna sjáum við Lasa byrjar þetta kikk og virkilega vel. Nær komið sér fram hjá öllum Þórsurum en þeir ná að mæta tilbaka hana. Bjarni nær að negla þessu fram. Núna sjáum við að hann getur ekki allt þetta, gerir það. Núna Rex er upp í loftið. Nær ekki að sitja niður á Stef eða hvað, hann nær snertingunni. En Þórsarar þurfa að hætta þessari sókn og Lasa mætir hérna upp í loftið. Úsík næsti maður. Rex situr hann hérna niður og Valdimar með skotið. Stef þarf að verja þetta. Dusty menn virkilega sterkir hérna frammi. Þannig sjáum við situr hann aftur hérna yfir á Úsík og Lasa situr hann hérna niður fyrir Valdimar og Valdimar skotið. Bjarni rétt nær að verja þennan. Virkilega vel gert. En 35 sekúndur eftir. Þórsarar þurfa 2 mörk. Sjáum hérna skotið í slána. Rex er ekki langt frá því að skora fyrir Þórsara og núna tíminn að líða. Dusty er að fara að klára þennan leik eða hvað. Stef með tækifæri. Rex er næsti maður í hann. Valdimar og bjargar þessi á línunni. Dusty spila hættulegan leik en þeir þurfa bara að spila aðeins lengur. Það eru 10 sekúndur eftir. Þeir eru með 2 marka fórustu. Það er allt að koma hjá þeim. Sjáum tíminn renna niður og Dusty taka þennan leik 2-0. Einmitt sitt sýnist hverjum framistöðu Valdimar í síðasta leik en já, klárlega búinn að rífa sig í gang maður leiksins í þessum leik að mínum mati. Hann fann þarna fyrsta markið og var bara svolítið í andlitinu á Þórsurum sem að komu voða litlum vörnum við og þetta er bara stór hætta. Þórsara meiga ekki við þessum leikjum, við meiga ekki missa pluss mínustöluna, hvað þá viðurreiknina úr greipum sér. Dusty núna búinn að jafna þetta en að sjálfsögðu skiptir pluss mínusin ekki öllu þar sem að Þórsarar eiga og gefa af hins vegar vill maður alltaf hafa tölfræðina sér í hag en leikur 3 á Neo Tokyo. Frægt að sumum leikmönnum, sumum leikmenn hafa eitthvað á móti þessu borði, þessum leikvangi en mjög mikið í gangi á honum en það eina sem skiptir máli fyrir okkur er það sem er inn á leikvöllunum sjálfum, leikvanginum sjálfum. Lasa hérna, hann er að koma þessu frá. Rex heldur þessari sóknar lífi. Leikurinn byrja svolítið hægar heldur en í síðustu. Úsík setur hérna beint á Stef. Þannig séum að Stefa með hérna sláttuvélar búst sem að kemur svona gras út úr honum, mjög skemmtilegt. Stef eins og mistekna þannig. Úsík reiknar ekki með að Stef hitti ekki boltan. Hvað er að gerast? Lasa endar á að finna netið, Breimar. Þetta er athugavert. Þetta er bara spil það sem við eigum ekki að vera að sjá þessa leikmenn gera. Ég eiginlega trúi ekki mínum eigin augum. Dusty 1-0 hérna. Þórsarar gera hérna mistök eftir mistök núna til að byrja með og Dusty ná að nýta það. Núna þurfa Þórsarar virkilega að finna gírinn. Þetta gengur ekki svona. Rex er núna með boltan hérna upp vegginn og Valdimar gerir þetta virkilega vel. Er þessi að fara inn? Nei, Stef nær þessum. Næstu búinn að rúlla hérna bara yfir alla völlu. Núna Bjarni upp vegginn, getur hann farið með hann alla leið. Fer meðan hana en Rex er fara að bjarga þessu hérna á miðjunni. Valdimar sækir boltan
Núna Bjarni aftur upp á hliðarvegginn, situr hann fyrir framan Step en það eru 2 Dusty-menn þar til að verja en Bjarni situr aftur í slanna og nær ekki að klára þetta. Dusty rétt ná að komast út úr þessu einhvern veginn og Usyk núna nær að losa aðeins úr pressunni. Lasa fylgir eftir. Leiðilegt skopp á boltanum fyrir Dusty-menn þarna reyndar en Bjarni gerir vel úr því, kemur hérna yfir og situr á Step og Step klárar þetta. Þarna spilamennskan sem búið að vanta hjá Þórsurum. Sjáum þetta aftur. Ótrúlegt hvað þetta bara birtist allt í einu. Já. Bara fullkomið spil hjá Þórsurum og þarna loksins það sem við erum búin að bíða eftir að sjá að liða og spila saman í rauninni. Algjörlega, þetta gerist svo hratt í Rocket League. Maður einhvern veginn getur verið algjörlega út úr því í smá stund og síðan bara dettur í gírinn og þá þetta skiptir svo miklu máli. Við sjáum stundum leiki fara 5-0 hjá einu liði og síðan vinnur hitt liði næsta leik. Það bara, þessar viðuregnir eru svo stuttar og maður veit aldrei hvað getur gerst en núna Þórsarar að byrja hérna sterka leik í miðjunni. Step sækir hérna boltan og Bjarni og Rexer fara báðir í hann. Þetta eru mistök hjá Þórsurum. Bjarni gerir enda vel að finna tíma, eyðir tímanum hérna en Vatima með tækifæri. Rexer búinn að ná sér í búst, kemur og ver þetta fyrir Þórsara. Núna Dusty hægir hérna í loftinu. Rexer finnur tíma og finnur Step sem að situr þetta á markið en það bjargað á línunni. Lasan að stoppa þennan og Usyk eða Vatima ná að negla honum hann út. Núna Bjarni náði ekki alltaf hennan eða hvað, jú, gerir það. Þórsarar reyna að sækja hérna aftur upp en Dusty með smá pressu núna og snúast aðeins aftur við en Rexer núna gott skot bara beint á markið eða hvað fer slanna út. Usyk náði þessum ekki, það bara á markið, þetta verið mark. Rexer spurning hvort hann getur fundið Bjarna hérna í loftinu eða hvað. Hann reynar að gera þetta bara sjálfur og Vatima tekur hann bara af honum. Usyk núna, þetta á markið eða hvað? Nei, Bjarni kemur þessu út. Engin mörk að koma hjá þessum liðum. Hérna gæti þetta hins vegar opnast upp. Lasa komin upp, Velesi og Bjarna. Step kemur þessu frá, Vatima með skotið, engin Þórsari mættur, Forestan aftur komin í garð Dusty-manna. Sjáum Bjarni, kæruleysi hjá honum, fer upp hornið og fer í, bara galna, ég veit ekki hvað að kalla þetta, mætingu, en gjörsamlega býður upp á þetta mark hjá Dusty og Þórsarar eftir að sína flott spil aftur eldaðir hérna gegn Dusty. Ætlaðir virkilega að leyfa Dusty að sigra þetta. Rexer gerir hvað hann getur til að koma í veg fyrir það. Síðasta mínútan í þessum leik. Lasa Usyk með klemmuna upp völlinn, skemmtileg pæling. Vatima býður, þarna kemur skotið en hins vegar lengi á leiðinni. Step nær ekki að koma sér frá. Rexer losa pressuna, vel mætt hjá Dusty hérna. Halda áfram að Andóni hálsmáli hjá Þórsurum og hérna allt galopið aftur. Vatima til að gera það 3-1. Usyk mættur í skotið og Dusty kom til langleiðina með að tryggja leik númer 3 hérna. Þórsurar mega alls ekki við þessu í titilbaráttunni en Dusty leiða. Dusty að finna þriðja markið þegar 30 sekúndur eru eftir. Þór mega ekki við þessu og sjáum við Bjarni þarf að sækja hratt upp. Þórsarar þurfa að finna 2 mörk strax. Usyk nær að setja boltan hérna upp í hornið. Vatima fylgir þar eftir og aftur Usyk. Dusty að leika sér með boltan hérna Þórsarar megin. Þetta má ekki gerast, tíminn að líða, 10 sekúndur eftir. Step þarf að finna markið núna. Missi bara boltan til Usyk. Rexer nær ekki boltanum hana. Bjarni næsti maður í hann en tíminn líður og Dusty komið með þennan leik. Nú bara spursmál hvort að einhver nær að skora auka mark hérna eða hvort að boltinn leggst í jörðina. Sjáum hann fer þarna niður í jörðina og Dusty komnir í þægilega stöðu núna. 2 leikjum á móti 1 hjá Þórsurum. Mér dettur í hug eitt fjólublátt lið sem spennt heima á sér núna
og GVF. Þeir finna eflaust lyktina af þessum sigri hérna hjá Dusty, en Þórsarar ekki skugginn að sjálfu sér hérna í kvöld. Búin að sjá allt of mörg mistök með það sem í húfi. Það deildarmeistaratitillinn súrt fyrir Þórsara að missa hann hérna í næstsíðustu umferðinni þegar það búið að liggja í loftinu margar umferðir að þetta myndi fara í síðustu viðureign, og Bjarni, hann heldur voninni gangandi, 1-0. Virkilega vel gert hjá Bjarni, hann að ljótt mark beint eftir kick-offið og Dusty ekki með neins svör við því, en Þór vilja sækja fleiri mörk, vilja tryggja sér þennan leik til að komast í leik númer 5 á móti Dusty. Dusty vilja væntanlega klára þetta hérna, eiga góðan séns, eða bara hreinlega tryggja sér í 3. sæti, en Þórsarar mega ekki missa meira, megi ekki gera fleiri mistök. Núna Bjarni upp vegginn, fer hérna upp í loftið, allar í flikkið en nær ekki nógu góðu touchi. Step nær ekki að koma hérna almennilega framhjá eða hvað, Rexer bjargar þessu. Núna Þórsarar í smá sókn, en Músík fær þægilegan bolta hana frá Rexer. Situr hann hérna yfir á Lasa, Lasa getur spilur þetta yfir á Valdemar eða hvað gerir það? Dusty 1-1, hrikalega vel spila, sjáum þetta aftur. Lasa fer með boltan hérna yfir á Valdemar sem hann Lasa gerir þetta reynda gríðarlega vel, potar Rexer hana frá, þannig að Valdemar fær opið mark til að skjóta á. Vel gert og skiptir hérna miklu máli að liðsfélaginn fylgi þessu alla leiðin í gegn. Lasa gefur Valdemar þetta mark á silfurfati. Þórsarar leita snöggum svörum, Step hittir ekki tvísmelluna. Ég hefði búist að þessi fari inn, en allt kom fyrir ekki. 2 Dusty-menn fari í boltan, þannig að það verður nú ekki mikið viður að þessu. Þetta kemur skoti frá Úsik eins og það er einföld varsta fyrir Step, tekur þetta upp, leitar að Bjarni á hliðarveggnum, Bjarni neglir þessu fram, nær hann aðra snertingu, gerir það undir Lasa. Úsik eins og það mættur hreinsunna, og Step núna þarf að snúa, þetta er erfið staða fyrir hann. Rexer selur sig frekar ódýrt, en Step tilbúinn. Þetta ser maður aftur glitt í samvinnuna hjá Þórsurum sem að fram að þessu einkenndi svolítið spilið þeirra traustlið, en Dusty dauðafæri fyrir þá að hreppa 2 stig. Þórsarar leita þarna sendingunni fyrir, engin tilbúinn. Bjarni reynir að finna einhvern á miðjunni, Step og Rexer báðir tilbaka, Step neglir þessu upp, Rexer ekki með eitt búst eins og það er, en Step, sorry, ég ruglaðist, þetta var Rexer sem átti sendingun og Step með skotið eins og það er, en allt var þó ekki. Dusty halda þessum bolta. Rexer setur hann upp fyrir Step, Step með búst, með flippur í settið, en Bjarni sneri þarna við frá vinstri vangnum, þorði ekki að fara upp kantinn. Rexer hættuleg snertingana á hliðarvegginn. Munið að staðan er bara 1-1. Þórsarar megi ekki við neinum óþarfa hættum hérna. Geta tekið þetta yfir í overtime eða vilja. Bjarni finnur ekki skot á markið, önnur snerting á honum. Hvar er skotið á Þórsurum? Step. Erfið snerting á honum, kemst yfir hann. Lasa grípur boltan aftur, fagmannlega gert hjá honum. Úsik núna tapar þessu 50 á móti Step. Þórsarar geta núna snúið þessari sókn við, en Dusty þétta vörnina vel. Algjörlega 2 mínútur eftir að þessu leik, allt jaft. Annað liðið fór að finna markið hérna. Núna Dusty með tækifæri Valdemar, situr hann yfir Bjarna, en Step neglir honum minna fram, en Lasa finnur þennan hérna áður en að nær á Bjarna. Núna Step reynir að koma hérna fram hjá, gera það vel, fer fram hjá Úsik líka. Rexer situr það fyrir markið og Bjarni með tækifærið, en Lasa nær að bjarga þessum. Úsik kemur honum ekki fram hjá Step og núna er Bjarni mættur aftur eða hvað. Ekki með búst til að fylgja þessu almennilega, en Rexer mætir hérna eftir honum og Step kemur honum fram hjá einum, en Úsik á línunni til að bjarga þessu. Þórsarar í gríðarlegri sókn hérna, en núna Úsik að gera vel, hreinsar
virkilega langt en núna Rexer nær bústinu, nær boltanum. Núna Bjarni tekur boltan, fer upp í lofti á móti Úsík og Stef næsti maður í þetta. Hvað gerir Stef? Sér seinlega boltan og Lasa tekur hann. Bjarni fær ekki takinu á boltanum þannig að Valdima fær að halda áfram en Þórsar ná að vinna saman úr þessu. 30 sekúndur eftir. Vantar mark hjá öðru liðinu. Þau þurfa að finna þetta eina mark til að komast yfir. Eða þá erum að fara í framlenginguna, Stef í bakborðið og núna spurning hvort að einhversi mættur. Nei, það er bara Lasa sem ætlar alla leið yfir á Úsík og Úsík finnur markið hinum megin. Dusty er að koma sér í 2-1 og það þýðir að þið geta unni viðuregnina hérna ef að Þór finna ekki mark á næstu 14 sekúndum. Þórsarar, já þeir finna möguleikana að renna út í sandir hérna 14 sekúndubrimar sem þeir hafa til þess að halda einhverju von. Rexer út af flipprisettinu fer ekki í það, 5 sekúndur. Valdima með vald á boltanum. Núna dettur klukkan niður í 0 og hvað gerist? Bjarni út í hornu og þessi fer strax niður og Dusty sigra viðureignina 3-1 og eru þar að leiðandi búnir að koma í veg fyrir sigurmöguleika Þórs á, deildatímabilinu. Já, það er bara svoleiðis. Ég hef held ég aldrei séð svona lágar tölur frá Rexer áður. Nei. Það er bara, við vorum líka, spáin okkar var ekkert sérstaklega góð. Nei, hún var bara ömurleg. Já, bara alveg skelfileg. En þú veist það, ég meina við getum ekki alltaf haft rétt fyrir okkur, sko. Nei, það tekur alveg á að hafa rétt fyrir sér. En, Þórsarar kannski svolítið skuggina sjálfur sér í þessum leik, en Brimar, við verðum þá bara óska OGVAF til hamingju með deildarmeistaratitilinn. Þeir eru þá, ósigrandi meistara núna, fyrst að Þórsarar geta ekki komist upp fyrir það. Það er algjörlega svoleiðis. Á toppinn á deildinni, það er úrslita kvöldið sem að skiptir öllu máli í GR-verkdeildinni hins vegar. Það er, ég veit nú ekki hvort það sé munir á stórmeistaratillinum og deildartillinum hérna, hvort það sé einhver sérstök velun fyrir sitt á hvort eða hvort það sé bara fyrir úrslita kvöldið. Það hafa nú eitthvað tíma verið verðlaun fyrir fyrsta þætti í deildakeppninni, en hins vegar bara mjög vel gert hjá OGVAF, eru deildameistarar. Bara virkilega vel gert. Hafa bara ekki tapað viðureign hinga til og ef þeir vinna í næstu viku þá eru þeir bara ósigraðir á toppnum. Þá vill enginn mæta þeim í úrslita kvöldinni. Nei, einmitt mjög vel gert hjá Þórsson. Við sýnist vera OGVAF með mér sem mættir hérna á baku okkar að fagna. Óskum þeim innilega til hamingju en Dusty, þrátt fyrir að við tölum mikið að Þórsarar áttu kannski ekki besta leik lífsins, ekkert tekið af Dusty hérna, ég meina þeir bara mættu vel til leiks, mistu 1 leik frá sér en taka hérna stigin 2 þá komnir upp í 10 stig á tímabilinu og eru þá búnir að slíta sig frá 3-5-4. Já, algjörlega, það er bara, ég held að Valdima hafi bara heyrt í mér eftir fyrsta leikinn að ég hafi verið að gera smá grína á honum hana og hann bara mætti til leiks og Dusty spiluði bara virkilega flottan leik eftir það. Þetta var aðeins var rólegir leikur heldur en það sem maður hefur séð frá þessum liðum, bara allir leikinir og ég held að það hafi bara farið Dusty í vil. Þeir hafa mist pínu leikina þegar þeir frekar hratt bæði á móti Þór og OGVAF. Þannig að þetta er bara klálega það sem þau þurftu að gera og bara til hamingju með sigurinn Dusty. Já, einmitt vel gert að þeim. Við kannski vippum hérna stöðutöflunni upp snöggvast eins og það er búið uppfæra hana. OGVAF sigurvegara deildarinnar. Við þurfum að græða fyrir næstu útsendingu gullmerki á það. 18 stig komin, 20 í boði. Þórsarar þurfa að sætta sig við annan sætið en búnir að gulltryggja sér það með 14 stig. Dusty búnir að tryggja sig 3. sæti með 10 stig og þá er það bara þetta, Ravík geta ekki komist upp fyrir 3-5-4 þannig að taflan er þá ákveðin nema, Quick og Ravík ætla að koma okkur á óvart. Quick að sjálfsögðu eiga leik á móti 3-5-4 í næstu umferð en
þetta kannski svona það sem við höfum búast við í lok tímabils. Já, þetta var ekki spáð mín fyrir deildina. Ég held að það náttúrulega Þórsarar voru efstir og ég held að ég hafi spáð Dust í 4. sæti og Quick í 5. sæti eða eitthvað slíkt. Já. En þetta ég allan hreinlega held ég geti sagt að það eru fáir sem að spáðu þessu fyrir deildina. Já, og kannski allra síst hvað OGVF gjörsamlega rúllaði þessari deild upp. Ég meina ósigraðir í 9 leikjum af 9 eiga bara Þórsara eftir og ég held sko ef OGVF sigra Þórsara í næstu viku þá held ég að þeir eru bara skilið svona heiðursverð. Þeir eru komið inn á úrslitakeppnina 30. nóvember sem allir ætla að mæta og taka daginn frá og þá held ég að allir leikmennir ættu bara að taka á móti þeim sko klappandi eins og alltaf gert í ensku deildinni sko og bara flestum deildum ef ekki sigrar hana áður en búin þá alltaf í öllum leikjum sem við mæta þá alltaf staðinn heiðursverður sko. En já, í næstu viku þá eru þessir ágætu leikir hérna á dagskrá hjá ykkur Brimar. Það Quick á móti 3-5-4 og það leikurinn sem við vorum að tala um að Quick ef þeir sigra þetta þá geta þeir reynda að nappa þessu 5. sæti á Ravík. Það sem að Ravík, já þeir svo sem gætu líka sigra sinn leik á móti Dusty munum mæta þeim hérna eftir viku. Að sjálfsögðu unnuðir Dusty í fyrri viðureign en svo endar þetta kvöld á því sem átt að vera úrslitaleikur en verður það ekki OGVF á móti Þórsurum en einhvers vegar mjög spennandi leikur og ég held að Þórsurum muni gera allt sem ég geta til þess að OGVF verði ekki ósigraðir úr tímabilið. Já, við sjáum til hvort að þessi leikmenn fara að róa sig á öðrum leikjum og fara að spila aðeins meira Rocket League til að mæta betur í næsta leik. Við skulum ekki bara kenna því samt. Það margt að spila. Við vitum það að Dusty-menn voru nú að spila einhverja aðra leiki. Þetta er engin afsökun, sko. Nei, þetta er bara skemmtilegt að segja, sko. Þetta líka hausinn skiptir gríðarlega miklu máli hvernig þú horfir á þetta og hvort þú sér tilbúin í alla leiki. Og það bara sýnir það. OGVF eru bara þeir sem hafa voru tilbúinir í alla leiki, bara alla deildina. Akkurat, Brimar, ég held að þetta sé nú bara vera komið að lokum hjá okkur í kvöld. Ég þakka þér kærlega fyrir samveruna. Við verum ekki með ykkur í næstu viku. Það koma ágættu kollegar okkar sem að þekkjast Kóka, Króli og Fenrisúlfur. Þeir slúta hérna tímabilinu með ykkur en já, það úrslitakeppnin 30. nóvember hins vegar þar sem að ég og Brimar og fleiri góðir gestir verðum í húsinu. Hvetjum við sjálfsögðu alla til að taka daginn frá. Það verður mikil dagskrá hérna, leikir og einhver veisla fram í sal. En þangað til, þá bjóðum við kærlega heilsa og þökkum ykkur fyrir samfylgdina í kvöld og segjum góða nótt.